Já, ég býð ykkur velkomin til þessa fundar í bæjarstjórn Mosfellsbæjar 22. ágúst 2018 og segi fund settan. Það eru 12 mál á dagskrá á þessu sinni, þar eru 3 fundargerðir til samþykktar og 9 fundargerðir til kynningar. Þar eru 5 frá bæjarráði, en ég þarf forseti þarf að leita afbrigða. Það þarf að taka inn á dagskrá eða þarf að leita samþykkis fyrir því að það verði tekin hér fundargerð frá menningarmálanefnd inn á dagskrána. Það var fundur sem var haldinn 17. ágúst í menningarmálanefnd Mosfellsbæjar og sá fundur var nummer 215. Vilja fundarmenn gefa merki það að samþykkja það inn á dagskrána. Það er samþykkt samhljóða og það verður það nummer 2 á dagskráni. Við förum þá fyrst í fundargerð menningarmálanefndar sem var haldið núna í ágúst, miðjan ágúst. Sá fundur var nummer 214 og ég gef orðið laust þá fundargerð. Nú það kveður sig engin hljóðs, þá er umræðum lokið þá fundargerð og ég bið bæjarfulltrúa rétt upp hönd þeir sem eru samþykkir þeirri fundargerð, samþykkja hana. Og strax tökum við þá fundargerð nummer 2 frá menningarmálanefnd. Það er fundur nummer 215, haldinn 17. ágúst. Gef orðið laust og það kveður sig engin hljóðs, þá er umræðum lokið og við göngum til atkvæða. Þeir sem samþykkja þá fundargerð, það er beinir rétt upp hönd, hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Nú, við förum þá í fundargerð frá skipulagsnefnd Mosfellsbæjar, sem sá fundur var haldinn hér 17. ágúst og venju mörg mál á dagskrá, 29 mál, og ég gef orðið laust fundargerð skipulagsnefndar, nummer 465, 17. ágúst. Það kveður sig engin hljóðs þar, þá er umræðum þá fundargerð lokið og ég bið þá bæjarfulltrúa rétt upp hönd sem samþykkja hana eins og einstök mál bera með sér. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að því sem þeim fundargerðum sem eru til kynningar og við byrjum á bæjarráði. Þeir koma hér 5 talsins hér í röð og fyrst er það fundargerð í bæjarráði Mosfellsbæjar nummer 1358. Sá fundur var haldinn 28. júní og ég gef orðið laust þá fundargerð. Það kveður sig engin hljóðs, þá er sú fundargerð lokið og hún er þá lögð fram. Og við förum þá strax í næstu fundargerð frá bæjarráði. Það er 5. júlí og það var fundur nummer 1359 og ég gef orðið laust og annars er þau upp orðið, gjör svo vel. Áttu við svona skatt núna, fórseti? Er það eitthvað út af þessu? Það séu aðeins þetta. Mér alveg sá, ég held bara að það er eitthvað, Já, fórseti, ég kem hér upp undir fyrsta málinu á dagskrá þessa bæjarráðsfundar sem er númer 1359. Fyrsta málinu heitir Viðhald Varmárskóla og þar sem að ég á ekki sett í bæjarráði þá ætla ég aðeins að fá að segja nokkur orð þetta. Það vekur undrun mína að það liggi fyrir minnisblað frá Eflu inn í stjórnsýslunni svokallað sjónræna skoðun vegna hugsanlegra myglu. Minnisblað sem gert var í júní 2017. Stjórnendur Varmárskóla báðu þessa skoðun vegna óþæginda sem starfsfólk hafði fundið fyrir á vissum svæðum byggingarinnar. Í minnisblaðinu sem nota bene, eins og ég sagði áðan, er frá sumrinu 2017, það er ríflega ársgamalt, er bent á ýmsa staði þar sem ummerki benda til þess að það sé myglu að finna og mælt er með því að það fari fram ítarleg skoðun á húsnæðinu og það er mælt með því að það sé farið í sýnatöku. Af þeim gögnum sem að liggja fyrir í málinu þá get ég ekki séð að farið hafi verið að þeirra ráðleggingu sem framkoma í þessu aðkeypta áliti mælingar. Nú á ég ekki sæti í bæjarráði en skilst að umræðan þar
hafi farið að stórum hluta í umræður forræði þessa máls og heiti málsins sem mjög mikilvæg umræða sem við bæjarfulltrúar þurfum að taka almennt og sameiginlega. En hvað þetta mál sérstaklega varðar þá undra ég mig mjög á því að þetta minnisblað hafi ekki verið kynnt fræðslunefnd á fundi hennar og að því ég best veit ekki sent þangað eftir þessa umfjöllun á 2 fundum bæjarráðs í sumar. Nú það svo, og við vitum það náttúrulega, að fræðslunefnd hefur ekki á sinni könnu ábyrgð á viðhaldi eða rekstri húsnæði skólana, en viðhald, og þá sérstaklega ófullnægjandi viðhald, getur haft mikil áhrif á skólahald og skólastarf allt, og að því leytinu til heyrt undir fræðslunefnd. Í því samhengi minni ég á 6. grein grunnskólalaga sem segir meðal annars að skólanefnd skuli sjá til þess að jafnan sé fyrir hendi viðeigandi húsnæði fyrir kennslu og annar aðbúnaður. Í þessu tilfelli liggur sem sagt fyrir minnisblað þar sem fram kemur rökstuddur grunur ófullnægjandi viðhald Varmárskóla og furða ég mig á því að það hafi ekki verið kynnt við fræðslunefnd svo hún geti fylgst með því máli og beitt sínum áhrifum innan stjórnkerfisins og sinnt sinni eftirlitsskyldu. Svo brugði sér við málinu af alvöru og fullum þunga. Og ég ætla að leggja til að þessu minnisblaði og málun almennt varða viðhald Varmárskóla verið vísað til fræðslunefndar til kynningar. Já, Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Já, undir sama lið þá vil ég nefna það að þetta mál var mjög sérstaklega vegna þess að þessi gögn voru ekki að berast fulltrúum fyrir seint og síðan meira eftir ítt var eftir þeim. Ég hef sett mig í samband við stjórn Foreldrafélagsins, segist hafa verið upplýst gang mála í sumar, en ég ekki að sjá að niðurstaða af þessum prófunum sem gerða voru í sumar eða skoðunum, þetta var rakaskemmdir, þetta voru einhver rannsóknarmál sem átti að fara í, skoða húsnæði. Við höfum ekki fengið þetta, skólinn að byrja. Og mér þykir sjálfsagt að upplýsa fræðslunefnd og bara foreldra bæjarins stöðu málsins. Í upphafi var nú ekki einu sinni málsnúmer á þessu máli þegar við komum því á dagskrá hjá bæjarráði. Það þykir mér líka miður vegna þess að það fengu allir bæjarfulltrúar bæði fyrir og í kringum kosningarnar erindir frá foreldrafélaginu þar sem að foreldrafélagið lýsti áhyggjum sínum á stöðu húsnæðisins. En ég árétta að ég er sammála síðasta ræðmanni og vona að foreldrar og fulltrúar í nefndum og ráðum bæjarins fá að vita betur málið. Já, Haraldur, þú verður ekki að svo vel. Já, forseti. Varðandi þetta mál sem var hérna á dagskrá 2 bæjarráðsfunda í sumar, sem heitir Viðhald Varmárskóla, og þá rétt að geta þess og eins og kom fram reyndar á bæjarráðsfundunum að þetta minnisblað var sem sagt, eða þessi, hvað kalla þetta, þessi sjónskoðun sem að Efla hafði, eða fulltrúar Eflu höfðu innt af hendi var gerð að beiðni skólastjórnenda Varmárskóla. Hún var ekki gerð af stjórnsýslunni hér eða umhverfisviði hér, svo framkom á bæjarráðsfundinum og barst henni ekki fyrir en seint og síðir. Þannig að það er skýringin á því að þetta rataði nú ekki þá leið sem að það hefði nú átt að gera, eða öllu heldur hefði kannski verklagið átt að vera með öðrum hætti. Þar sé að þeir sem eru með bera ábyrgð og viðhaldi og slíku hvað varðar húsnæði bæjarins, að þar hefði frumkvæði ákvörðun átt að vera tekin um þessa svokölluðu sjónskoðun og þá kannski formlegri úttekti athugun á því heldur en þarna lág fyrir. En það er nú annar handleggur.
Í framhaldi af þessu var síðan ákveðið að fara í það að fá Eflu til að gera formlega skoðun og taka sýni á þessum stað. Það búið að vera að vinna því í sumar og það var lögð áherslu á það í byrjun að það svæði í eldri deild skólan sem að sprungið hafði rör og þurfti nauðsynlega að laga, að það yrði sett í forgang að skoða það. Það liggur fyrir niðurstaða Eflu það að þar engin örvöruvöxtur en slíkir hlutir. Foreldrafélagið og skólastjórnendur hafa verið upplýstir það. Þannig að viðgerðir á því tiltekna svæði gátu gerst og ég held að þeim sé þá lokið núna. Vegna þess að það þurfti að liggja fyrir þetta tiltekna mál áður en það var að fara í þá viðgerð og klára hana. Okkur hefur ekki enn borist, mér hefur ekki enn borist niðurstaða frá Eflu hvað hina þættina varðar, en það hlýtur að fara að detta hér inn bara þessa dagana. Það var sem sagt tekið sýni á fleiri stöðum, bæði fleiri stöðum í eldri deildinni og svo á stöðum í yngri deildinni. Ég hef sagt að það bara verið sumarleyfi og þessu var lofað einhvern tímann eftir verslunarhelgi og þá hlýtur þetta að fara að koma. Þannig að ég hef upplýst stjórn foreldrafélagsins stöðu þessa máls. Í mínum huga þetta þess eðlis máls að það var sett í farveg, leið og var einhvern veginn komið í farveg þegar þetta var rætt í bæjarráði. Alveg sjálfsagt á minni hendi að þetta sé sett í kynningar í fræðslunefnd. Ég myndi nú halda að það verði kannski skynsamlegri umræða þegar það liggur fyrir einhverja niðurstöður og þá einhverja aðgerðaráætlun ef á þarf að halda á grundvelli þess. Þá sé fræðslunefnd upp það. En fræðslunefnd fundaði til að mynda ekki í sumar, frekar en flestar aðrar nefndir. En það svo sem hægt að kalla saman nefndir þegar á þarf að halda. En þetta var þegar komið í farveg, bæjarráð sér viðhald, framkvæmdir bæjarins og umhverfisvið og það kemur fram hér undir þessu máli að málið sé í skoðun, sérstaklega skoðun hjá Eflu og það liggur að hluta til niðurstaða, það sem lá mest á, það sem þurfti að laga, það sem rörið sprakk í gólfinu í eldriðinu. Þar var ekki neina vísbendingar örveruvöxt eða neitt slíkt og því hefur það verið gengið frá því. Við bíðum síðan eftir niðurstöðunum að öðru leyti hvað þetta mál var. Já, Anna Sigríður, gerðu svo vel. Já, forseti, ég þakka bæjarstjóra fyrir hans yfirferð hér, eins og kom fram þá náttúrulega sitja ekki bæjarráðið, þannig að hafi ég mistað upp upplýsingum einhverjar mælingar á meðum Eflu, þá það bara vegna þess að ég sit ekki þar. Ég mjög glöð yfir því að þetta skuli þá vera í gangi og ég gleðst yfir því að bæjarstjóri taki undir jákvæðum orðum undir það að vísa þessum máli til kynninga til fræðslunefndar og auðvitað vegna þess að þessar mælingar eru í gangi það vantar hluta niðurstöðum, þá auðvitað gott að bíða eftir þeim en aðalatriðið að þetta fari til kynningar inn í fræðslunefndina vegna þess að fræðslunefndin á að hafa þetta eftirlit með skólaaðstöðunni. Þannig ég bara býst á við að þegar að niðurstöður þessara mælinga komi að þá sé málið þess búið að það fari inn til kynninga til fræðslunefndar. Já, nú margar heldur að lotta Valdimar og Kolbrún og Sveinn og Stefán. Gjörðu svo vel, Valdimar. Já, varðandi þennan fyrsta lið á dagskrá þá það kom fram hérna á bæjarstjóra að það hafi verið farið í einhverja framkvæmdir eða einhverja skoðanir núna í sumar. Men ég minna á þessi skýrsla, þetta minnisblað Eflu var gert í júní 2017. Og þar eitthvað talað að þyrfti að athuga einhverja hluti og spurningin hvort það hafi verið gert fyrir skólaárið 2017, haustið 2017. Ég styð það að þessu máli verði vísa til fræðslunefndar og því að fræðslunefndar verður upplýst það hvað hafi verið gert og hvernig ástand skólan er. Takk. Já, Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, við erum að ræða mál númer 1 varðandi viðhald Varmárskóla.
Ég fagna náttúrulega allir þessari umræðu varðandi skólan og það sem þarf að gera. Þetta gamall skóli og við þurfum að passa það að hann haldi sínum glæsileika. Varðandi það að þessi skýrsla sem var gerð að beiðni Varmárskóla, stjórnenda Varmárskóla, hún skildi ekki berast hérna upp til okkar, náttúrulega eitthvað sem við höfum við kölluðum ekki eftir, en vissulega þetta mál hér allt inn á umhverfissviðinu. Þetta var skýrsla sem að skólastjórar báðum að gerð, unnin. Við erum líka, umhverfissviði hér líka að vinna að viðhaldi Varmárskóla. Fræðslusviðið fullkomlega upplýst það að hvernig staðan Að sjálfsögðu fagnaði líka því að við vísum þessi þangað, ég styð það heils hugar. Við höfum verið í miklum samskiptum við stjórn Foreldrafélagsins í sumar varðandi þetta, þannig að stjórn Foreldrafélagsins fullkomlega meðvituð það hvernig staðan og ég hef verið að ég held bara nánast í stöðugum samskiptum við stjórnina í allt sumar. Þannig að það ekki svo vant ekki samskiptaleiðirnar okkar á milli. Þetta mun síðan fara inn á, eins og talaðum, ég bara fagna því að þetta fari hér inn á fund fræðslunefndar til upplýsinga fyrir alla þá sem þar eru. Þar eru nánast allir nýir aðilar og auðvitað þetta tvö svið sem tala saman. Annars var við sem komum að fræðslumálunum og svo hitt aftur á móti ramminn eða skrokkurinn utan á fræðslustarfið, auðvitað þarf þetta alltaf verið í lagi. Þannig að ég held að það sé bara mjög gott, en ég vil líka ítreka það að skólinn í skoðun, fræðslusviðið fullkomlega upplýst það. Ég sem formaður fræðslunefndar líka upplýst reglulega og núna næsta mál á dagskrá það að koma þessum málum inn til fræðslunefndar að sjálfsögðu til upplýsinga og þannig að það ekkert annað að gera en við erum að halda máluna áfram. Það verið að vinna að málunum hérna, það verið að vinna viðhaldi Varmárskóla og ekkert gefið eftir í þeim efnum, þannig að og núna bíðum við náttúrulega eftir frekari niðurstöðum varðandi úttekt Eflu sem eins og bæjarstjóri tók fram áðan að hafði átt að byrja strax eftir verslunarmannahelgi en fer að vonandi að hefjast núna hið fyrsta. Takk, forseti. Já, Sveinn Óskar, gjör svo vel. Já, forseti. Þessar ræður að það sem mikið að gera í Varmárskóla ágætar í raun og veru, en það var tími til komin að bregðast við. Til þess að árétta hvernig málið þróaðist. Við allir sem vorum í framboði fyrir kosningar fengum erindi frá Foreldrafélaginu sem var ákall viðhald. Þetta erindi var mjög skýrt og það alveg ljóst að það var að bregðast við strax fyrir skólaárið sem að hefjast. Það fagnaðarefni að það verið að gera eitthvað, en það var ekki sjálf gert að það allan að koma ekki málsnúmer á þetta erindi sem fast bænum eins og ætti að vera. Þannig að það fagnaðarefni að það brugðist við, en það einnig mjög sérstakt að gögnin séu ekki að berast núna fyrir upp á skólaárs. Ég vona að það gerist eins og bæjarstjórinn minntist á og þá að það berist okkur fulltrúum í bæjarstjórn og viðkomandi nefnd fræðsluna. En það gengur ekki heldur að ef erindi berast frá þessu samfélagi, skólasamfélagi, að þau séu ekki afgreidd með málsnúmeri eins fljótt og kostur og það sent svo að aðrir fulltrúar þurfi ekki að bregðast við og koma því á dagskrá sjálfir með tilsvarandi tilburðum. Takk fyrir mig. Já, þá það Stefán Ómar, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara ekki að bæta mikið við þessa umræðu í sjálfum sér, en ég ætla að taka undir það sem kom hérna fram hjá síðasta ræðumanni varðandi það þegar erindi berast, eins og þau gerðu þarna 14. maí og 15. júní frá Foreldrafélagi Varmárskóla. Þau eru adressu til bæjarstjórnar Mosfellsbæjar og þá skilyrðislaust og undantekningarlaust að skrá það inn í skjalakerfi bæjarins og þá vísa því til bæjarstjórnar. Það hefur enginn það umboð hér að geta tekið það eitthvað til hliðar til einhvers síðari tíma. Við verðum öll að passa það að þetta gerist ekki svona. Við verðum að geta treyst í og borgararnir og þeir sem eiga við okkur viðskipti,
verða að geta treyst í að ef þeir senda inn erindi að þá farið það til rétt móttakanda án tafa, allavega án óútskýrðra tafa. Og svo líka aðeins í sambandi við það sem kom fram hjá formanni fræðslunefndar að formaður hefði verið í stöðugu sambandi og svo framvegis, þá er rétt að minna á það líka að formenn nefnda eru umboðslausir utan setts fundar í nefndinni og hafa ekkert í raun og veru umboð eða sérstakt erindi til að standa í díalóg við aðila út í bæ. Þeim ber að þá að taka á móti ábendingum og svo framvegis, en þeim ber þá að koma þeim til viðkomandi nefndar eins fljótt og hægt á næsta fund og leggja það fyrir nefndina. Því þeir gera ekkert annað en að taka þá á móti erindunum fyrir hönd nefndarinnar. Það er bara kannski aðeins árétta þetta, en öðru leyti þá bara er það gott ef það er gangur í þessu máli, vegna þess að ég held að við hljótum öll að vera sammála það að við stöndum vörðum Varmárskóla og við getum náttúrulega ekki látið hann grotna niður. Við verðum að passa að það sé gert það sem að þarf að gera þar og það sjálfsagt þetta einhver arfleið og afleiðing af því að eftir hruni fræga, við þekkjum það öll og þá þurfti að draga úr og það dró bara úr getu sveitarfélagana til þess að standa í alls kyns málum, en nú bara komin tími, nú þurfum við að fara að snúa þessu við og hlúa að skólanum. Takk fyrir. Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Þetta sko aðeins bara þetta erindi og frá foreldrafélaginu eða stjórn foreldrafélagsins. Sko ég alveg sammála því að erindi sem berast bænum þau eiga skilyrðislaust að skrást inn í okkar málaskrárkerfi og fara á réttan stað. Það hins vegar má deilum það hvernig þetta erindi bar að. Þetta erindi var sendt til tölvupósti að ég held til þáverandi bæjarfulltrúa og þeirra sem voru í framboði fyrir stjórnmálaflokka fyrir síðustu kosningar. Erindi barst aldrei bænum. Það var aldrei formlegt erindi að mér vitandi sent fyrir bænum. Það var ekki bóka hér inn í skjalakerfi. Það kom aldrei neitt bréf. Það kom bréf til einstaklinga sem voru í bæjarstjórn og sumir ennþá og eru núna í bæjarstjórn. Örugglega hefur hugmyndin verið svo að þetta ætti að berast bæjarstjórn, og það örugglega líka hefði einhverjir sem voru í bæjarstjórn þá og hugsaði líka bara bæjarstjórinn mátt álykta sem svo að þetta væri með þessum hætti, en það var ekki gert. Þannig að ég bara útskýra það að þetta barst ekki bænum með formlegum hætti, þetta barst einstaklingum. Ég bara verða viðurkenna því ég bara leita á þetta sem bréf til mín. Kannski einhverju fleiri hafa gert það, en eftir á hyggja hefði maður kannski ekki átt að gera það. Heldur að álita sem svo að þetta væri bréf sem ætti að berast bænum, en það barst aldrei bænum. Það var aldrei sent bænum. Bara svo að ég ekki að afsaka neitt og ekki að segja að þetta hefði ekki getað verið öðruvísi. Ég bara að segja svona var þetta og ég held báður aðalega geti þá aðeins svona lært af því að erindi þurfa þá líka með að passa það sem senda því að þau sendist á réttan háttan þessi örugglega verið að ætlast til þess að þau séu tekin fyrir. En eftir að hyggja hefði mátt lesa það út úr því og ég viðurkenni það alveg. Hvað varðar sko það að formenn nefnda geti ekki hér rætt við fólk eða verið í samskiptum. Ég held að það sé óhjákvæmilegt að formenn nefnda sé í samskiptum og það sé óhjákvæmilegt að aðilar sem eru eins og til dæmis stjórn foreldrafélags eða einhverjir sem eru annan dæmi einhverjir sem væri í einhverjum skipulagsverkefnum gæti ekki tala við formenn skipulagsnefndar eða formann fræðslunefndar og að þá viðkomandi formenn upplýsta það vitneskju sem þeir hafa framgang mála. Þetta er undir það hjá Stefáni Ómari að ef að það er einhver erindi sem þarf að taka fyrir og taka einhver afstöðu til, þá þarf alltaf formaðurinn að koma því til nefndarinnar. Ég skildi formann fræðslunefndar ekki þannig slíkt var að ræða, heldur verið fyrst og fremst verið
svona fá upplýsingar einhverja stöðu. Það líka bæjarstjóri gefur mjög mikið af slíkum upplýsingum, hann reyndar embættismaður og hefur leyfi til að nota stjórnsýslur annan hátt heldur en þeir sem kjörnir fulltrúar. Ég algjörlega sammála því, en það væri, ég skil málið í þessu tilfelli hafi verið að leita upplýsingum, stöðu einhverja mála, hvernig það verið statt og þær eru gefnar, ekki verið að taka neina ákvarðanir eða hugsa einhverja framtíð, heldur fyrst og fremst að segja frá því hvernig staðan nákvæmlega núna. Og ég kalla það þjónustu, að veita slíkar upplýsingar. Og mér finnst það ekki að vera að kjörnir fulltrúar eða formenn nefndar sem ekki fara að fara út af valdsvið með slíkum upplýsingum. Gæti hitt bara til dæmis viðkomandi í krónunni eða í bónus og þá svarar maður það sem maður veit. Hvað var það síðan viðhald varnarskóla? Mér finnst stundum eins og menn tala bara það að það hafist þarna 7. júní þegar bréfið var tekið fyrir í bæjarráði. Ég vil bara benda á það að það er búið að setja tugir milljóna, svona bilinu 40 til 70 milljóna í viðhald og endurbætur á varnarskóla undanfarin 3 ár og þar undan árin eftir hrun var það Miðnefjörður, hárrétt sem Stefán var bent á, það var erfitt að halda við eignum bæja sveitarfélaganna eftir hrun. Það voru þó samt töluverðir margir tugir milljóna sem var settir í viðhald varnarskóla eftir hrunið, en eftir að árin bötnuðu og svona frá 2016, árin 2016, 17, 18, það hefur verið settir mjög miklir peningar í viðhald varnarskóla og reyndar viðhald fleiri bygginga varnarskóla. Og raun og veru eins miklir peningar og hægt að eyða á þeim tíma sem að hægt að framkvæma í skólan. Því við veitum það að þú átt erfitt með að framkvæma þegar að kennsla stendur yfir. Það er mjög erfitt. Og það er því takmarkaður tími sem við höfum til þess að framkvæma. Og ég fullyrði það og getur mér stoltið sagt að það er búið að gera, lyfta mörgum steinum og jafnvel grettistökum í því undanfarin misseri og törnar. En því verkefni er ekki lokið, það þarf að halda áfram. Og eins og formaður fræðslunemndar benti hér á áðan, þá er þetta okkar elsta skólabygging, reyndar er hún byggð á tveimur tímabilum, yngri deildin og eldri deildin. Við urðum fyrir því óláni að það sprakk rör í eldri deildinni í vor, sem olli miklu musla í skólanum. Það er búið að takast að komast fyrir það að laga það. En það er fleiri verkefni sem hafa verið unnin í sumar og verða unnin á næstu misserum og árum. En viðhald varnarskóla hófst ekki 7. júlí 2018. Já, Kolbrún, þú ert næst á mælendaskrá, gjör svo vel. Já, takk forseti. Ég ætla aðeins bara að fá að bæta við. Varðandi, kannski hefur bæjarstjóri sagt þetta allt saman, varðandi mál nr. 1 viðhald varnarskóla. Þetta er náttúrulega búið að vera málanna hér í langan tíma. Og ég ætla einmitt að segja þetta líka, það er ekki eins og þetta verkefni hafi byrjað í sumar. Það er löngu hafið og ég nefndi á það, allt inn á umhverfissviðinu, öll þessi vinna sem er hafin, allir þessi peningar sem við erum búin að láta í varnarskóla, það er ekki eins og að þetta sé að þetta hafi borist hér með minnihlutanum inn í hús og við getum þakkað fyrir það. Við skulum ekki eins og fara þangað. Mér finnst þess að minnihlutin tali bara þannig að ef þeir eru ekki komið inn með málið það hefði bara ekki gerst. Það er náttúrulega ekki þannig, við vitum það öll. Þannig að málið er hér í gangi inn á umhverfissviðinu, það er verið að vinna að þessu máli og þannig að halda það að við megum bara þakka fyrir hér að erindi hafi borist inn og þá fyrst hafi eitthvað að fara að gerast. Hlustar hann bara ekki á svona tal. Þannig að þetta er löngu farið af stað þetta verkefni. Skólinn það er mikið viðhalds og mikið fé sem hefur farið í skólann. Þannig að ég ætla að vona að Anna Sigríður og Sveinn skal sé að hlusta þegar ræðuminn að tala. Þú hefur kvartað yfir því sjálf að þú viljir ekki að fólk tali þegar að þú ert að tala. Við höldum áfram með fundin heldum fundaformunum. Já, forseti, mér langar bara að nefna það núna vegna þess að það hefur kvartað hér ræðustól að það svona pískur út í sal sé truflandi fyrir ræðumenn og nú ætla ég bara að segja það líka, það hefur ekki truflað mig en ef við ætlum að halda okkur við þá skulum við gera það. Annað sem ég langar að gera, það er einmitt bara að þakka fyrir það leiðbeiningar frá bæjarfulltrúa Stefán Ómari sem að hann komi hérna áðan en ég ætla bara að biðja Guð að forða mig frá því að við sem orðið þannig fólk að við megum ekki vera í samskiptum við íbúa bæjarins hérna núna í Mosfellingar. Og ég var ekkert að tala sem í umboði þess að vera, ég var ekki kjörin formaður fræðslunefndar
ef ég fer ekki sko, það má nú vera meiri hrokin og yfirlæti mér ef ég svara ekki þeim erindi sem berast til mín og beiðnir að hitta fólk sem bæjarfulltrúi. Þannig ég held að það sé nú illa komið fyrir okkur ef við fáum ekki að gera það. Bara til upplýsingar og samskipta, þetta er nú bara 10.000 manna bæjar ennþá. Þannig að ennþá getum við gert þetta og ég ætla að vona það að við gerum það áfram. Þannig að ég mun ekki hætta því á meðan ég er bæjarfulltrúi að svara erindum fólks og hitta fólk hvar sem er og nánast hvenær sem er til að ræða málin. Þannig að ég vildi bara segja það að við erum öll upplýst þetta, verkefnið er löngu hafið og við getum bara held ég verið nokkuð sátt við það. Takk fyrir. Sveinn Óskar, nú ert þú búin að tala tvisvar um þessu máli og það sagði hvað 15. grein að samþykkja það setjum við, látum við það staðanum við en Valdimar, þú gjör svo vel Valdimar. Já, það er ennþá sama mál. Ég er allavega ekki að efast það hafi verið lagður peningar í viðhald á varmaskóla. Það hefur sést á tölum að það hefur verið sett peningar í viðhald á varmaskóla og það hefur verið gert. Þetta mál hins vegar sem snýst hér það að fyrir kosningarnar þá kom þetta bréf frá foreldrafélaginu og það var ákveðna grunnsendir þar að það hefði verið einhver skýrsla farið á stað og verið gerð og henni haldið lengri og svo framvegis. Ég held að þessi umræða hafi verið þar yfir hana áður og það er þetta minnisblað Eflu sem ræðir sem að gert var í júní 2017 af beiðni forráðamanna skóla sem er komið fram núna. Það er eiginlega þetta sem við erum að tala ekki hvort að það hefði verið einhvern tímann og hefði verið framkvæmt í varmaskóla í gegnum tíðina. Auðvitað hefur það verið gert og það er bara fagnaðarefni að svo skuli halda áfram að það sé bara vera halda skólanum við og auðvitað er það aðalatriði að það sé verið að halda byggingunum við og það sé búið vel af skólabörnum. Hins vegar varðandi þetta minnisblað. Mér langar nú að vita það hvert þetta minnisblað fór. Hvað var gert við það? Var það þannig að skólastjórnendur bara héldu þessu fyrir sig, kynntu þetta á okkur fundum af skilst og þar með var þessi kurr til, þannig að það var ágætt að vita það. Varðandi starf formanna nefnda, þá held ég að þetta sé eitthvað misskilningur hjá Stefán Ómar að það megi ekki tala við fólk út í bæ, að það megi ekki fá upplýsingar, hvort sem það eru formenn nefnda eða nefndarmenn, að þau geti ekki aflað sér upplýsingu það hvað er að gerast og getur ekki aflað sér upplýsingu það hvaðina. Hins vegar er kannski annað þegar þeim er falið eitthvað að hálfu nefndarinnar að afla sér upplýsinga eða verið viðræðum aðalega, þá berðum þess að sjálfsögðu við upplýsa nefndin það. Já, það. Nú, fleiri hafa ekki hvað sér ljós þetta mál. Það liggur hér fyrir tillaga frá Estistað, bæjarfulltrúa Önnu Sigríði, að vísa málum til fræðslunefndar. Vilja menn tjá sig eitthvað það, sumir hafa nú gert það nú þegar, eru menn tilbúin að ágreiða það? Það er örstutt bara. Tillöguna, já. Mér finnst mjög gott að fræðslunefnd sé upplýst viðhald skólans og ég held þá að það væri gott að fræðslunefnd fengi þá kynningu sem að bæjarráð fékk frá framkvæmdastjóra umhverfissviðs það sem að búið er að vera að gera varðandi endurbætur og viðhald skólans undanförnum misserum og sem fyrir stendur að gera samkvæmt 30 ára viðhaldsplaninu. Ég held að það gæti verið mjög upplýsandi fyrir fræðslunefnd að fá það svo að þessi umræða einskorðast ekki bara við þetta, svo getur þetta verið hluti af því og verður það þegar að kemur þessi upplýsingar frá Eflu. Þannig að ég myndi enda inn í felur málið sjálfum sér þessa kynningu framkvæmdastjóra umhverfisins. Ég vildi bara
ég held að það væri gott fyrir fræðslunefnd að fá allan pakkan og fá upplýsingar um þetta. Ég lít svo fyrir því forseti að ef þessu máli er vísa til fræðslunefnd sem kynningar það innifélið að það líka. Forseti, má ég spyrja fundarinn til eiga við orð eða getur talað um þetta? Já, það oft ekki hægt, sko. Við þurfum að afgreiða tillöguna og ég, sko, mér til rétt að mælendaskrá verður opnuð fyrir að ræða tillögur þessi líka, ekki máli í heild. Það er líka það sem varst að meina. Og þess að þú tillögur flytjandi, þannig að það sé alveg að vita að við erum að ræða tillöguna, hvort það vísa eða vísa ekki, og þannig að það er opið aftur fyrir mælendaskrá hvað það varðar, sko. En almennum umræðum málið í heild, henni er lokið. Skiljið það rétt forseti að sem tillögu flytjandi hafi ég ótakmarka frest til komið punkt að ræða hann? Já, það er samkvæmt samþykktunum hefur tillögu flytjandi eða flutningsmaður tillögu, þá hefur hann má þó tala oftar en tvisvar, það er kannski ekki ótakmarka. Það er sem oftar en tvisvar, það er alveg. Það er mjög teygjanlegt. En af þessu, bara alvöru málsins, þá tek ég undir það sem að bæjarstjóri segir hér þessa kynningu fyrir fræðslunefndina og ég skil það þannig að það er þá bara hluti af öllu þessu málu og þessu úttekt Eflu og allt í kringum það fari til kynninga til fræðslunefndar. Ég veit ekki hvort ég synd upp á náðinni hérna, ég tel mig vera að tala um þessa tillögu vegna þess að bæjarstjóri bætti í hana, þannig ég eiginlega að tala um það sem hann bætti við og það var kynningin á hvers konar viðgerðir og hvenær og hvernig og hvers hafa farið fram. Það ætlum bara að benda á það að ég er bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ, ég og ekki sæti bæjar og ég hef ekki fengið þessa kynningu. Þannig að ég held að vera bara ráð að bæjarstjórn fengið þessa kynningu. Þér er hún hins vegar aðgengileg? Forseti, það voru ekki að hrópa mér, nei, ég ætla að fá að svara hér innslagi bæjarstjóra. Það er ekki það sama að vera með glærukynningu eins og að heyra munnlegan málflutning það hvað hefur verið gert. Það er allt annað en það trúi ég því að Haraldur hafi bara verið að grínast. Nei, ég var ekki að grínast það, ég er svo alveg sammálaður. Svo ég, annars er ég sem ávarpaði, þannig að þú vilt víkka tillöguna eins og orðar það hér á. Ég líst bara vel á það. Já. Þannig að við höldum áfram að ræða tillöguna þeir sem vilja. Bara stór, sko, ég lít svo á að hún sé að tillagan inni feli þetta. Gögnin eru undir málinu, eru meðal annars kynning framkvæmdastjóra, umhverfisviðs á þessu viðhaldsmálum, en bara það sem ég var að meina að hún yrði fengin með fræðslunefndarfundin til þess að fara yfir það. Stefán Ámóð, skólaviðvörður. Það var reyndar ekki tillöguna. Já, málið er heilt, já, ok, gott og vel, en Sveinn Óskar, þú vilt tjáðu tillöguna sem við munum nú afgreiða bráðum. Já, það er gott að málið er komið í þennan farveg, að fræðslunefnd fær loksins að kynna sér þetta mál betur og hefði betur að verið fyrr en með þessari tillögu eftir allt þetta jamnjapp og föður þetta mál. Þannig að ég fagna þessari tillögu. Þá er kannski rétt að ræðum tillöguna. Já, tillöguna. Kjörsavar Kolbrún. Það fórseti, ég fagna því að þessi kynning fari fyrir fræðslunefnd og auðvitað eigum við öll að vera búin að kynna okkur málin vel og þessi kynning fari fyrir bæjarstjórn líka, ég held að það sé mjög mikilvægt. En ég tek alveg heils hugar undir það að það er mjög mikilvægt að við ræðum einmitt skólann og áframhaldandi viðhald á honum en ekki hvert þetta blað fór og af hverju þetta barst ekki til bæjarstjórnar og af hverju þetta fekk ekki númer og eitthvað svona sem að er ekki kannski, mér finnst ekki vera aðal í þessu máli þó að ræða bara tillöguna. Já, ok. Þannig ég bara sammála því að þetta færi þangað og til upplýsingar og ég mótmæli því sem að fulltrúi Eflu sagði. Bara tillöguna, Kolbrún. Já, og bara þetta er ekkert jum og japp. Takk fyrir. Herðu, við fleiri hafum ekki hvað til hljóðs tillöguna. Fundarritari er að setja saman formlega þannig að búin að orða þetta, þannig að það er rétt að það verið lesið upp svo að við vitum hvað við erum að samþykkja.
Málinu verði, þessi tillaga S-lista, málinu verði vísað til fræðslunefndar Mosfellsbæjar. Nú veit ég ekki hvort það átti einhverju verið til kynningar eða afgreiðslu. Til kynningar. Til kynningar, kynning framkvæmdastjóra umhverfissviðs verði endurtekin á fundi fræðslunefndar og á fundi bæjarstjórnar. Og það er ekki það sem fólst í viðbótinni. Við getum lesið hérna aftur seinni hluta. Síðasta sko. Málinu verði vísað til fræðslunefndar Mosfellsbæjar til kynningar, kynning framkvæmdastjóra umhverfissviðs verði endurtekin á fundi fræðslunefndar og svo velti ég fyrir mig hvort einnig átt að vera og á fundi bæjarstjórnar. Já, þú vilt ræða hérna. Gerðu kannski smá fundarlið. Kannski bara rétt að gera fundarlið. Gera fundarlið til þess að tillöguflytjandi sé sáttur við þetta. Má ég koma með breytingar tillögu þetta? Fundarlið. Hafi ekki... Og við greiðum það bara atkvæði hana og síðan ræðum við hinn málið eða opnum fyrir önnur mál en við erum að ljúka fyrsta málinu og það kemur hönd á loft eða ekki hér. Já, við hefum þá fund á 9 og það liggur hér tillaga frá S-lista sem að hljómar þannig. Tillaga S-lista málinu, þar sem við 1 verði vísað til fræðslunefndar Mosfellsbæjar til kynningar. Kynning framkvæmdastjóra umhverfissviðs verði endurtekin á fundi fræðslunefndar. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu benna rétt upp hönd. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er lokið umræðum mál nr. 1 í fundargerð bæjarráðs frá 5. júlí. Orðið er ennþá laust önnur mál. Þetta voru samtal 7 mál þarna og Anna Sigríður, þú hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ég sem sé að koma hér upp undir máli númer 2, held ég, maður sjá, framkvæmdi Mosfellsbæjar 2018. Á þessum fundi bæjarráðs þá fór greinilega framkvæmdastjóri umhverfissviðs yfir framkvæmdir og vegum bæjarins árið 2018 og þar sem ég á ekki sæti í bæjarráði og heyrði ekki kynningu framkvæmdastjóra og hafði ekki tækifæri til þess að spyrja einstök atriði og hef aðeins aðgang að glærum málsins, þá vil ég spyrja eftirfarandi atriði sem þarna greinilega var farið yfir. Í fyrsta lagi þá var þarna glæra sem heitir Baugshlíð, Fráveita og Flóðavarnir. Afsakið. Mér var til að spyrja hvernig þau mál standi, hvaða framkvæmdir er að ræða og hvort að þær séu þá í samráði og samkomulagi við íbúa þess fjölbýlishúss sem hafa orðið fyrir tjóni í þeim flóðum sem komið hafa. Ég vildi gjarnan fá útlistun af þessum framkvæmdum. Önnur glæra sem ég sá þarna inni heitir Stígagerð í Helgafellsland og Leirvogstungu. Og nú langar mig að vita hver eru áformið þar kemur ekkert fram á glæruna annað en þetta heiti. Hvar eru þessi stígar sem á að leggja,
hversu langir eru þeir, eða sem þessu hversu, þá ég vona ég sé að tala í kílómetrum þá, hversu hátt hlutfall af stígum þessara hverfa að ræða og hvenær á að ljúka þeim. Það ekki á að ljúka þeim öllum í haust, sem vonandi, en ég veit ekki, veit ekki um það. Þetta fyrir sem ég að vita, stöðu mála varðandi stíga í og frágangi stíga í Helgafellsland og í Leirvogstungu. Ég ætla bara að spyrja það helst í þessari, ég ætla ekki að þreyta ykkur sem hafi setið þessa kynningu með að spyrja alla framkvæmdir sem að rætt var á þessum fundi. Þannig ég ætla bara að spyrja eina í viðbót, sýnist mér ég ætla aðeins að kíkja í gögnin mín já. Það ein glæran, hefur titilinn umhverfisfrágangur og það heldur engin skýringartexti, það bara umhverfisfrágangur. Og þá spyr ég hvað fjallaði það innslag í þessari kynningu. Og ég óska eftir því að fá samantekt á því og sérstaklega hvort að þarna hafi verið fjallað umhverfisfrágang gamalla gangstétta í eldri hverfum bæjarins sem víða eru úr sér gengnar, sprungnar og gróðri vaxnar. Það mál hefur iðulega verið rætt inn í bæjaráði, svo mikið man ég, og mér finnst ég muna eftir því að þegar ég átti sæti í bæjaráði á síðasta kjörtímabili, þá hafi verið rætt að gera úttekt á þessum gömlu stéttum sem víða eru til mikillar óprýði í okkar fallega bæ og það ætti að leggja fram framkvæmdaáætlun það hvernig yrði ráðin bót á þessu því þetta mikið verk og ekki hrist fram úr erminu einu sumri en það þyrfti að gera áætlun þetta. Þannig að ég eiginlega að fara hér fram á að vita hvað var rætt undir þessum titli umhverfisfrágangur og svo þá sérstaklega hvort að þar hafi verið talað frágang gangstétta og gangstíga í eldri hverfum bæjarins. Ég ætla að láta það duga að spyrja þessar 3 glærur úr þessum glærupakka sem að ég hef aðgang að skýringarlaust. Já, Haraldur, vel svo vel. Forseti, byrja því að vekja athygli á því að það bæði hægt að hafa samband við embættismenn viðkomandi sviða að bæjarfulltrúum ef að upplýsingar vantar sem á bæjarstjóra. Þá ég við ef að bæjarfulltrúum hér vantar upplýsingar fyrir bæjarstjórnarfund eða eitthvað upplýsingar sem þá skortir, þá það velkomið eins og oft hefur verið rætt að hafa samband við þá framkvæmdastjóra sviða, þessu tilfelli umhverfisins nú eða bæjarstjóra sem getur þá farið yfir það viðkomandi hvað liggur að baki einhverjum fundum. Ég skal reyna að svara hins vegar þessum spurningum, ég getur reyndar ekki svarað þeim öllum. Ég heldur reyndar að svör við þessum spurningum hafa ekki komið fram á þessu bæjarráðsfundi að mestu leyti. En hvað var það Baugshlíðina? Ég man svo sem ekki hvort það kom á bæjarráðsfundi, hvort þetta væri gert í samráði við íbúa. En það ekki beinlínis gert í samráði við íbúar hafa, ég man bara ekki hvort það kom fram á bæjarráðsfundinum eða hvort ég útskýri það, hvort það svo spurning hafi komið. En þá get ég upplýst það hér að íbúar hafa komið á fund í tvígang bæjarstjóra til þess að ræða vandamál varðandi flóð í Klapparhlíð og ég hef átt síðan, eða fengið fyrirspurnir á 2 fundi með þessum tilteknu íbúum, annan fundir þá með fulltrúum frá umhverfissviði þar sem var farið yfir þessar tilteknu framkvæmdir sem þarna var útskýrðar á glærum og hvaða þýðingu þær hefðu fyrir flóð í fjölbýlishúsum eða kjallur fjölbýlishúsa eða sérstaklega eins í Klapparhlíð. Og það mat okkar sérfræðinga hér að þessar framkvæmdir séu einmitt til þess fallnar að koma í veg fyrir slík flóð og líka flóð sem hefur átt sér stað og orðið á hringtorginu Klapparhlíð Baugshlíð sem hefur síðan flætt þarna inn Klapparhlíðina en þarna tvær aðgerðir í gangi, þar að leiða lækinn sem að kemur, sem á stundum kallaður Líðatúnslækur og stundum kallaður Skálatúnslækur. Það ættum kannski núna að heita Klapparhlíðarlækur eða flóð. Leiða hann undir Baugshlíðina og áfram eftir skurðum þá og hann tengist þá læknum sem rennur síðan
síðri læknum sem rennur sem gegnum golfvöllin og fram hjá golfskálanum nýja og niður í sjó. Og þess vegna var Baugshlíð grafin í sundur, sem vildi nú reynda svo öppilega til að var nákvæmlega saman tíma að vera Malbika Vesturlandsveg, eins og við munum, og olli hér heilmiklu havaríi hér í bænum, þess að hvorki lönd né strönd þann dag, en Baugshlíðin var grafin í sundur og sett nýtt fráveiturrör frá þar sem þessi lækur kemur og leiddur þarna niður. Síðan var líka verið að tvöfalda skorplögn sem að þarna fyrir ofan Klapparhlíðina til þess að létta á því kerfi. Og ef þið skoðið gögn sem að liggja fyrir bæjarráð á morgun, þá munið þið geta séð að þetta er hluti af þessari fráveitu áætlun sem að þar er til umfjöllunar. Og það er eitt af fyrstu forgangsatriðum að laga þessu tilteknu mál þarna niður frá. Það búið að gera tilraun til þess áður. Sú tilraun var ekki nægilega, það var sett brunnur niður við Hringtorgi við Klapparhlíð. Það var þegar að annað flóð hérni frá var, en það reyndist ekki nægilega afkastað mikil framkvæmd. Þannig að þessu er það bætt við núna og það því er haldið fram okkar sérfræðingum að þessu nánast öruggir það að þetta muni duga miðað við þau umfang þeirra flóða sem verið hingað til. Þetta er náttúrulega svolítið svona, það er að breyta svolítið aðstæður hjá okkur eins og við höfum svo margoft farið yfir. Þannig að ég er ekki viss um að þetta endilega komið fram í bæjarráði. Ég rekur ekki minni þess að ég hef farið yfir þessar heimsóknir þessara bæjarbúa, en það kemur þá fram hér. Hvað varðar stígakerfi í Helgafelli og Leirvogstungu, og það var nú bara, ef ég maður rétt almennt verið að fara yfir gangstéttar og stíga þar. Það komu engar upplýsingar fram hversu langar þar væru, í metrum eða kílómetrum eða slíku. Þannig að ef það er komið fram þá man ég það ekki. En þannig að ég myndi nú gjarna velja að þú vilt frá frekari upplýsingar, bæjar fulltrú og annað Sigríður, eitthvað svona nákvæm atriði eða magn eða lengdir eða eitthvað slíkt, að þú sendir það á mig og framkvæmdastjóra umhverfisins og við getum þetta að svara því sem slíkar. Hvað varðar umhverfisfrágang, þá var rætt bara almennt umhverfisfrágang og örugglega hefur rætt eitthvað eldri hverfi. Það er rétt hjá bæjarfulltrúanum í bæjarráði á síðasta kjörtímabili verið rætt úttekt, ekki að gera úttekt, þetta er úttekt sem var gerð, það liggur fyrir úttekt á ástandi eldri hverfa. Hún var rædd í bæjarráði á síðasta kjörtímabili og síðan í fjárhagsáætlun hefur verið settir sérstakir peningar á núna síðustu 3 árin endurbætur á eldri hverfum. Í hitti fyrir að varða Akurholtið ábyggilega sem var endurnýjað, í fyrir að varða Byggðarholtið og held að hafi verið Arkarholtið sem á endurnýjað þá núna. Þannig að það hefur verið lögð áherslu á það sé A-holtin og B-holtin sem eru með elstu hverfum bæjarins til að byrja með, en vonandi getum við komandi í fjárhagsáætlun sem ennþá meiri fjármuni í þetta til þess að geta að laga hér gangstéttar og annað í hverfum okkar, því ég er sammála því að það er komið á mörgum stöðum á tíma. Já, Sveinn Óskar, þú er næstur, gjör svo vel. Þakka yfirlit frá bæjarstjóra. Við menn að ræða fyrsta dagskrárliða 5.2 sem varðar framkvæmdir í Mosfellsbæ og þá kynningu sem við fengum í bæjarráði. Ég tek undir með fulltrúa S-lista að það væri mjög gott meðal annars til þess að, eins og hefur verið rætt hérna áður, að létta á fyrirspurnum bæjarfulltrúa inn til starfsmanna og íþyngja þeim með hugsanlega helst til ómörgum spurningum sem var kvartað yfir og hefur verið kvartað yfir að geti orðið svona auka vinna fyrir starfsmenn. En ég þakka það ábendingu að við getum fengið á kynningar og annað slíkt og útskýringar frekar. En það mætti að bæta við glærurnar einhvern meiri texta. Þetta er aðeins mynd og það myndi hjálpa bara fulltrúum sem ekki bæjarráði og jafnvel þeim sem að lesa fundargerðina á netinu að sjá betur svona
hvaða mál eru í gangi. Til dæmis þú nefnir, bæjarstjóri nefnir hérna áðan Helgafellslandið. Þarna eru hlutir sem að vera að koma skólatíð þar og ekki fullt frá gengi þar og fólk hefði viljað setja sig kannski inn í það hvað staðan væri á slíku. Þá voru mjög gott að geta séð það þarna á þessum Glærbakka. Þannig að það eru foreldrar og starfsmenn í bæjarfélaginu og bara bæjarbúar yfirleitt sem að leita sér upplýsingar. Þannig að þetta var ágætis yfirleitt og bara kannski gera örlítið meira af texta. Anna Sigríður, út næst, gjör svo vel. Forseti, já, ég sko varðandi, ég þakka bæjarstjóra fyrir að hafa upplýst það sem hann mundi og það var greina gott. Sko, hann nefndi sérstaklega að flestar sem spurningar kom ekki fram, það var vegna þess að ég var ekki, hefði ég verið, hefði ég spurt þessar spurningar og þið hefði fengið svör frá framkvæmdastjóra umhverfisins væntanlega þessa atriði og og ég veit líka að það er hægt að leita bæði til bæjarstjóra og til embættismanna svör en þá er líka bara einstaklingur að fá svör í stað þess að við séum að ræða öll saman á sama grundvelli málin. Það er bara dálítið öðruvísi. Ég gæti spurt einhverja spurninga og búið þá yfir einhverju vitneskju sem þið hin sem sitið bæjarráð hafið ekki vegna þess að ég spyr þessa hluti eftir fundin. En ég veit að svona er bara staðan núna, en meðan hún er svona að þá mun ég koma upp á bæjarstjórnarfundum og spyrja þessa hluti. En auðvitað mun ég ekki koma að spyrja hvert einasta atriði sem er á dagskrá bæjarráðs vegna þess að ég líka fæ upplýsingar ýmislegt frá þeim fulltrúum sem sitja inni en þeir eru náttúrulega sitja inni, það má misskilja þetta sem sitja fundi bæjarráðs en þið verðið bara að virða við mig að það er ekki samflokksmenn mínir, við erum öll úr sitthvorum flokknum, við erum ekki formlegu bindandi samstarfi eins og meirihlutin er í, þannig að fólk situr fund og það tekur eftir þeim hlutum sem það hefur sérstakann áhuga á og þeir kannski hafa áhuga á öðrum málum en ég og það er algjörlega fyrirgefanlegt að fólk hafi ekki áhuga á algjörlega sömu hlutum og ég og en svona er þetta, ég hefði spurt þessara spurningu og svo vil ég taka undir með þessar glærukynningar að ef við hugsum líka bara upplýsingamiðlunina frá okkur, bæjarbúar hafa aðgang að þessum glærum og þeir eru engu nær. Þeir sjá glæru sem ástendur hvað héti þetta, umhverfis frágangur og það er ekkert, skiljiði. Þannig að það mætti alveg aðeins setja meira kjöt á beinin þarna, þannig ég tek undir þá tillögu, ég held að ég hafi séð merki samþykki við því meirihluta megin við borðið. En takk kærlega fyrir þær upplýsingar sem að hér voru borðnar fram og ég vík úr punkti. Nú, fleiri hafa ekki hvað sem hljóðs, Kolbrún, það mál nr. 2, gjör svo vel, Kolbrún. Já, forseti, þetta mál nr. 2, varðandi endurbætur og viðhald á húsum bæjarins. Þá held ég að við fáum upplýsingar inn í bæjarráð eins og þeir sem að setja inn í bæjarráði vita og hafa setið í bæjarráði að það fáum við upplýsingar inn til bæjarráðs gang mála og stöðuna á viðhaldi bygginga bæjarins og stofnana. Það fáum við það inn cirka 3 sinnum á ári sem er mjög mikilvægt og við núna sem ný bæjarstjórn og nýtt bæjarráð og þá bara held ég sem mjög mikilvægt að þetta hefur verið svona við höfum svolítið steitt á þessu að við höfum svolítið tekist á þetta varðandi viðhaldið og stöðuna eins og hún var og eins og hún er núna og það fjö sem við erum að fara að leggja í viðhald á byggingum að við séum öll mjög vakandi yfir þessu. Þannig ég fagna því sem Anna Sigríður sagði að hún ætla að vera duglega að spyrja. Ég held að það sé bara mjög gagnlegt fyrir alla af því að þetta er mjög mikilvægt og ég vil benda á glæru nr. 14 þar sem stendur skólabyggingar, varmaskóli, eldri deild og yngri deild sem við höfum mjög mikið rætt og þarna kemur fram að þau atriði sem á að fara í og búið að fara í núna árið 2018 sem er nú lítið eftir af. Þannig að það er búið að vera að vinna í skólanum í sumar.
Þannig að ég held að þarna komið með þær upplýsingar fram sem allir þurfa að fá að vita. Og við þurfum ekki að vera að takast svo mikið á það, en auðvitað á að spyrja það og fá upplýsingar og alveg svo annars Sigríður bæjarfulltrúi sagði, að þá eigum við, sko, þetta eru mjög mikilvæg mál. Og ef allir eru upplýstir þá þurfum við ekki að vera að takast á það eða saka að meirihlutann að við séum ekki upplýsa og annað slíkt. Þannig að ég algjörlega sammála því að það má gera þessar glærur betri. Þetta eru upplýsingar sem skipta máli og þarna liggur þetta allt fyrir. Þannig að ef við erum bara duglega upplýsa hvort annað, þá þurfum ekki að vera með tortryggni eða efasemdir eitthvað slíkt, en auðvitað það sjálfsögðu verkefni minnihlutans að halda meirihlutann við efnið. Þannig að ég vil bara fagna því að við ætlum að fara að gera ítarlegri glærur, þannig að allir séu vel upplýstir. Sveinn Óskar, mættur, gjör svo vel. Forseti, ég bara fagna því að formaður fræðslunefndar sé að sjá ljósið í þessu að auka upplýsingaflæðið. Það er bara hið besta mál. Og reyna að koma það á gögnum þannig frá sér að það sé hægt að átta sig á því hvað er í pípunum, svo má segja. Og það er bara frábært að heyra það. Varðandi þetta atriði þá verðum við alltaf að fylgjast með og reyna að koma málum á framfæri sem að fólk út í bæ er að biðja okkur um. Það er okkar hlutverk sem stjórnmálamanna og ég mun áfram leggja mig í líma við það að gera slíkt fyrir fólk og aðila út í bæ sem að óska þess. Og það er bara fagnaðarefni að gögnin séu ítarlegri og upplýsingaflæði betra. Og ég vil bara segja það að ég vil bara sjá ennþá meira af því en auðvitað munum við halda áfram sem í þessu stjórnmálum að sinna aðhaldinu. Haraldur Sverrisson, gjör svo vel. Já, bara örstuð, sko. Ég heldur reyndar enginn hafi verið að sjá neitt ljós hvað varðar upplýsingaflæði til einsni neins, hvorki formaður fræðslunefndarnir í aðrir bæjarfulltrúar. Formaður fræðslunefndar einfaldlega að benda á það og hún setur reyndar líka í bæjarráð og hefur gert að það er farið 3-4 sinnum á ári með svona kynningar í bæjarráði framkvæmdir á vegum bæjarins sem eru í fjárhagsáætlun hverju sinni til þess að halda bæjarráði upplýstu og fulltrúum stjórnmálaflokkanna upplýstu hvernig er verið að verja því fé sem það hefur ákveðið að eyða í slíkar framkvæmdir og okkur þótti mjög mikilvægt því upphafi kjörtímabilsins helst á fyrstu fundum bæjar á nýju kjörtímabili og nýtt bæjarráð fengi þessa kynningu. Þess vegna var hún gerð á þessum tíma. Það er eins og ágætis ábendingar sem kom þetta fram að með bæta þessar glærur og ég mun að sjálfsögðu koma því til þeirra sem þær gera og því að alltaf má gera gott betra en ég held að sé ekki rétt og ekki satt að einhver sé að sjá hér eitthvað ljós í þessu. Kolbrún, gjör svo vel. Forseti, ég að hefja mitt annað kjörtímabil sem aðalfulltrúi í bæjarstjórn. Það hefur gengið mikið á í þessari bæjarstjórn hingað til. Ég hafði bara þá von í brjósti að ný bæjarstjórn myndi mögulega jafnvel sjá ljósið í því að sýna hér kurteisi. Þannig að þegar fólk talar svona til hvers annars, eins og það að formaður fræðslunefndar sjái ljósið loksins, ég bara byðst undan svona tali. Ef við ætlum að vera svona næstu 4 árin, þá bara, þá skulum við bara vera í þessum gröfum eins og við höfum verið síðastliðin 4 ár. Við erum nýbúin að tala um það hérna, að við ætlum að sýna hvert öðru kurteisi og tala saman um svo þroskað fólk. En ef við ætlum að vera þarna, þá bara, þá er það bara þannig. En ég bara, forseti, ég ætla bara að fá að ræða þetta núna, að á þessum fyrsta bæjarstjórnarfundi, það sem að fólk leyfi sér að sýna hér dónaskap, að þá bara get ég ekki beinlínis hlakka til komandi kjörtímabils. Takk fyrir. Nú, umræð... Hjá mig þetta ávinningar. Já, þú telur að... Gera mér þetta ávinningar. Þú telur að þurfa að bera þér ámæli. Tökur þetta sérstaklega til þín. Já, ég get ekki. Já, ég get kikka kollið við því og gef þér hérna orðið, Sveinn Óskar. Ég hef ekki leitað að þessi lesi svona orðunum mínum. Þetta var ekki hugsað til þess að særa nokkurn mann. En oft er tekið til orða nákvæmlega eins og ræðumaður síðast í staði og við verðum að sjá ljósið, bæjarstjórn.
hún tók eins til orða. Ég held að mín orð voru nákvæmlega á þann veg með sama hætti að við erum að reyna að bæta og breyta, annað var það ekki. Já, við göngum á vegum ljóssins, það er allavega bjart í dag og ég lít svo á að umræðu þetta mál sé lokið. Það var nummer 2, en þá er nú orðið laust önnur mál, hin 5, í fundargerð Bæjarráðs frá 5. júlí, fundur nummer 1359. Og það hefur enginn orðið, þá er með að lokið og þessi fundargerð er lögð fram. Og þá koma nú fleiri fundargerðir frá Bæjarráði og við förum næst í viku síðar var haldinn fundur í Bæjarráði, hann var nummer 1360 og það var 12. júlí síðastliðinn. Fundur í Bæjarráði Mosfellsbæjar 12. júlí og ég vek athygli á því, sko, það voru hérna 5 mál og síðan undir því eru fundargerðir frá skipulagsnefnd og það er allt til umræðu núna, sem sagt. Þannig að ef menn vilja taka til biðja um orðið þá er orðið laust núna. Þessar fundargerðir í heild sinni, svo virðist ekki vera. Þá er umræðan lokið fundargerð frá 12. júlí og hún er lögð fram. Og nú þá er bara... Ertu til að segja frekar númerið á fundinu? Já, þessi fundur sem var 12. júlí, hann var nummer 1360, fundur í Bæjarráði. Það stendur í að hinda það? Nei, það er nefnilega málið. Það eru 5 fundargerðir alls frá Bæjarráði sem við erum að ræða núna. Og við erum búin með 3 og þá förum við í næstu fundargerð frá Bæjarráði Mosfellsbæjar, fundur nummer 1361. Og það var haldið 19. júlí og Anna Sigríður, þú beðið um orðið, gjörðu svo vel. Og þar undir líka fjölskyldunefnd, takið eftir því ágætu bæjarfulltrúar. Fundargerð fjölskyldunefndar. Forseti, ég þarf að koma hingað upp undir máli númer 3. Persónuverndarstefna og persónuverndarfulltrúi Mosfellsbæjar. Á þessum, það hefði verið rætt sem sé persónuverndarstefnu og persónuverndarfulltrúa á fundunum á undan líka og þarna sem sagt kom inn nýtt minnisblað og á þessu fundu var farið yfir og samþykkt sérstakt vinnulag sem kemur fram í minnisblaði forstöðumanns þjónustu og samskiptasviðs varðandi persónuverndarstefnu og persónuverndarfulltrúa og ég hef nokkrar spurningar varðandi þetta mál og ég veit ég þarf ekki að segja ykkur að það er vegna þess að ég sitt ekki í Bæjarráði. En hérna, ég ætla að fá að bera hér fram nokkrar spurningar og hvað varðar persónuverndarstefnuna sjálf og við vitum náttúrulega líka öll að þetta er tilkomið vegna nýju persónuverndarlagana sem að tóku gildi að við minnir eftir miðjan maí eða það bil. Varðandi stefnuna sjálf og þá hef ég ekki sérstakar athugasemdir við hana á þessu stigi en það kemur mjög skýrt fram að þessi stefna verður til sífelldar endurskoðunar enda eru allir að einhvern veginn að fóta sig í þessu nýja umhverfi. En ég vildi samt gjarnan fá upplýsingar það, sem sagt hvernig hún var samin, hverjir komu að því verkefni og hvort haft hafi verið samráð við önnur sveitarfélög þá við samningu þessara stefnu. Þetta eru spurningum mína varðandi stefnuna sjálfa. Og það er ljóst að þessi nýja persónuverndarlöggjöf, hún kallar á endurskoðun og eftir atvikum ný vinnubrögð og vinnuferla innan stjórnsýslunnar varðandi meðhöndlun og skráningu persónulegra upplýsinga og það er mikilvægt að tryggt sé að sá aðili sem gegnir stöðu persónuverndarfulltrúa hafi fullt sjálfstæði í sínum verkum og næga þekkingu á viðfangsefninu. Í minnisblaðinu er lagt til, og mér skilst þá að það hefur verið samþykkt í Bæjarráði, að bæta starfsskildum persónuverndarfulltrúa við starfsskyldur starfsmanns á mannauðsdeild að minnsta kosti út þetta ár. Mín spurning lítur þá annars vegar á því hver sérþekking viðkomandi starfsmanns er á sviði persónuverndar og hins vegar á því hvernig tryggt verður að starfsmaður sem að hluta til sinni starfi persónuverndarfulltrúa
og að hluta til einhverjum allt öðrum störfum og undir þá stjórn annara, njóti þessa fullkomna sjálfstæðis í sínu starfi sem kveðið í þessum lögum, þessum nýjum persónuverndarlögum, að þessi persónuverndarfulltrúi, hann á að hafa fullkomið sjálfstæði í sínum störfum. Og mér langar bara að spyrja í þessu felst engin ásökun, ég bara veltaði fyrir mér, hvernig hyggst stjórnsýslan koma því fyrir að persónuverndarfulltrúi njóti þessa fullkomna sjálfstæðis í hlutastarfi með öðru starfi undir einhverjum yfirmanni. Og ég ætla bara að nefna hér, að það kemur fram í lögunum að sveitarfélag skal tryggja að hann hafi ekki skyldustörf á höndum sem leiði til hagsmunaárekstra við starf viðkomandi sem persónuverndarfulltrúi. Og ég tek fram að þessi manneskja, sem ég veit ekkert veit ekki hver starfar á mannauðsdeild og ég þá veltaði fyrir mér alveg öruggt að það verði ekki hagsmunaárekstrar þar á milli. Þetta nú það spurningar sem ég hafði varðandi þetta mál á dagskrá bæjarins. Já, Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Já, forseti. Ég skal reyna að svara þessu bestu getu. Ég veit ekki hvort ég get svarað þessu alveg nægilega samt vel. Ég verði að viðurkenna það, ég er ekki sérfræðingur á þessu sviði. En það var spurt hverju komið að því verkefni að semja stefnuna. Verkefni var fyrst og fremst í höndum lögmanns bæjarins. Hann hafði, en við skilst, samráð við einhver innanhús, helst á vantarlega Arnar Jónsson og stjarnarstjóran, og síðan var líka spurt hvort það hefði verið horft á önnur sveitarfélög, og það var gert til að mynda Reykjanesbæ og Hafnarfjörð, Akureyri, varðandi þetta. Það er ekki verið að finna upp hjólið. Þetta nú verkefni sem að blasir nú við öllum sveitarfélögunum sérstaklega, og það svo sem enginn búinn að fóta sig almennilega í þessu tiltekna máli, og þess vegna var þetta nú líka sett fram með þessum hætti að þetta verið stefna, okkur ber að setja hana fram. Hún væri alveg örugglega ekki fullkomin, og það þá kannski svona snýða af henni þá agnúa eða bæta því við sem vantar eftir því reynslan og verkefnið liði fram. Þess vegna var líka rætt að þetta væri svona sett fram bæði hvað þetta varðar og svo verklagið til reynslu út þetta ár. Hvað varðar síðan hverju sinna þessu, þá er það rétt að það var gert ráð fyrir því til reynslu, til raunaskyni fram á áramótum, að starfsmaður hér sem ráðinn var nýlega inn í mannauðsdeild til að sinna jafnréttismálum og ferlamálum í 50% starf. Hún myndi bæta á sig 30% starfi til þess að vinna þessum málum einnig. Þess utan er líka utanaðkomandi lögmaður sem er sérhæfður í persónuverndarmálum sem mun koma að þessum hlutum í 20% starfi. Þannig að samtals erum við með þá 50% starf til að byrja með. Annar er sérfræðingur, það er að segja lögmaður með reynslu og sérmenntaður í persónuverndarmálum, starfar í hlutastarfi hjá Landlæknisembættinu að svona málum og hefur síðan tekið að sér viðbóta verkefni hjá öðrum til þess að koma svona löguð á koppinn. Og þar var nú kannski hugsunin að taka á þessu sjálfstæði. Ég gerir mér alveg grein fyrir því og þetta við öll að við vitum ekki alveg hvernig þetta mun virka, hvort að þessi tiltekni starfsmaður síðan sem að sér þá það sem að ekki getur litist beinlíkt til sérfræðistarfa, hann gæti orðið sérfræðingur með tíð og tíma, hvernig það mun harmonera við það starf sem hún gegnir, eða hvort að það muni verða einhver hagsmunaárekstur. Ég get bara ekki svara þeirri spurningu núna, vonandi ekki, vonandi er þetta eitthvað fyrirkomulag sem getur reynst okkur vel, en við vitum það bara ekki. Og ég held að sé líka, ég held að hefði líka verið mjög óskynsamlegt að fara að ráða einhvern starfsmann í fullt starf, einhvern starf sem við veitum ekki einu sinni hvað snýst. Þetta er mjög óljóst. Bæjarstjórinn í Kópavogi sagði okkur daginn, okkur kollegunum hérna á höfuðborgarsvæðinu, henni hefði verið
verið í sko samtali við kollega sína einhverstaðar í Noregi og Svíþjóð þá hefði þetta borist í tal og þeir spurðu hvað eru þið eiginlega að gera Íslendingar, hvaða mál er þetta hérna þessi persónuverndarlöggjöf? Einhvern hluta vegna virðist það ekki vera mál þar. Ég er ekkert að segja þetta sé vera að ofgera þessu máli, alls ekki, en ég held að við þurfum minnst að fá að fóta okkur eitthvað í þessu. Og þess vegna var þetta sett upp í svona til að byrja með, þannig það sé hægt að bakka í eitthvað annað fyrirkomulag, meira eða minna, meiri sérfræðingur eða minni sérfræðingur, þegar að við erum búin að ná einhvern veginn utan á það hvernig þetta allt saman fúnkar. Ég veit ekkert hvort þetta er rétt fyrirkomulag, bara í hreinstílinn sagt. En þetta er svona educational guess, sem ég má segja svo það, að reyna einhvern veginn að ná utan á þetta mál. Án þess að það sé verið að eyða í það of miklu effort og of miklum peningum, eða svona reyna að gera þá gott úr þeim krónum sem að vera að eyða þessu í. Kannski erum við hitt eitthvað á þetta, kannski erum við hitt að hluta til á þetta, kannski erum við hitt ekkert á þetta, þá þurfum við bara að endurskoða það og það kemur örugglega fljótlega í ljós. Þannig ég held ég get ekki svara þessu betur en þetta. Ég meina, þetta er flókið, þetta er óljóst, við vitum ekki alveg hvað þetta hefur verið för með sér. Já, Sveinn Óskar Sigurðsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil þakka bæjarstjóra fyrir þetta yfirlit. Þetta var rætt og þetta er alveg rétt sem hérna hefur komið fram að málið er ekki bara snúið, heldur fór það þannig í gegnum þingið að það var varla hægt að senda inn umsagnir á frumvarp sem lá fyrir þinginu. Þetta var mjög snúið mál og ég held að þessi ráðstöfun sem gerð hefur verið sé skynnsam. Það er ekki einu sinni nægilega margir embættismenn eða starfsmenn til með full réttindi. Það þarf að sækja sérstök réttindi til þess að ná svona að hafa eiginlega, hvað ég að segja, stöðlu réttindi til þess að sinna þessu starfi. Þannig að það er fólk að sækja þetta og fá að nema þetta í einhvers konar endurmenntun eða einhvers konar námskeiði sem er stalað. Þannig að ég held að þessi afgreiðsla sé fullnægjandi eins og er og þetta er eins og kom hérna fram lærdómskurva sem er að hefjast. Takk fyrir. Já, Anna Silja Gunnardóttir, þú er orðið, gjörðu svo vel. Já, takk. Ég ger mig grein fyrir því og allir gera það eftir að þetta er mjög flókið og snúið mál, en það skiptir líka jafnframt mjög miklu máli að það sé ígrunduð öll skref sem eru tekin. Og það að ég hafi spurt út í það hvernig menn ætla að reyna að varna hagsmunaárekstrum segir ekki að mér þykir þetta óskynsamleg leið að fara. Þetta er bara spurning sem ég hef að bera fram. Ég ætla líka að minna á að sambandið, ég held mér að það komið fram í minnisblaðinu, að sambandið hafi talað um það að það væri alveg til í dæminu að sveitarfélög sameinuðust svona fulltrúa og ef að það er gert að þá náttúrulega eru engir hagsmunaárekstrar þannig að þú sért í einhvers konar undirmanns yfirmannsstöðu gagnvart einhverjum inn í stjórnsýslunni hér. Þannig mér finnst alveg full ástæða til að skoða það þegar þar að kemur. Og svo ætla ég bara að benda á eitt í viðbót, það er í minnisblaðinu lagt til að lögmaður Mosfellsbæjar og forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar leiði vinnu við mótun þessar verkefnisáætlunar og ég saknast bara pínu lítið að þessi persónufulltrúi er ekki inn í þessu að það sé ekki 3 manna teymi sem á að stýra þessu vegna þess að þetta teymi á svo að hafa samráð við starfsfólkið og mér finnst eðlilegt að þessi persónufulltrúi þó að hann sé bara ráðinn í þetta starf núna til 3 mánaða að hann sé þá 3. aðili og þá er það líka hluti af lærdómskurfunni að vera alveg involveraður í það. Takk. Nú, fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs þetta mál, númer 3. Orðið er ennþá laust. Fundargerð bæjarráðs Mosfellsbæjar, númer 1361 frá 19. júlí. Valdimar Birgisson, gjörðu svo vel. Já, ég ætla aðeins að nefna lið númer 5, það er afgreiðslu fjölskyldunefndar, afgreiðslu funda fjölskyldunefndar
undir þessum lið, með leyfi forseta. Þarna eru við að samþykkja eitthvað sem að nefndarmenn sáu ekki. Þeir samþykktu, semst þetta var afgreitt út úr fjölskyldunefnd, málin þar sem að fulltrúar þar, nefndarmenn, sáu ekki nein gögn ekkert mál. Og það var afgreitt úr bæjarráði og nú erum við að afgreiða hér, semst að og enginn hefur síðan nokkuð gögn þessi mál sem við erum að samþykkja núna. Þannig að það er eitthvað brotalum á því hvernig framkvæmdi var í fjölskyldunni. Við erum bara að benda á þetta. Þetta er eitthvað sem þarf að laga þarna í þessari nefnd og já. Já, þetta sé ekki trúnaðarmál þarna í þessu, en við skulum halda Trúnaðarmálafundur. Já, trúnaðarmálafundur, það skiptir ekki alveg mörg máli, en við skulum halda áfram bara Sveinn Óskar Björnsson. Það má síðan ávarpa þetta. Já. Sveinn Óskar Björnsson. Forseti, það er eins og við höfum rætt hérna þessi fjölskyldunefnd er uppfull af trúnaðarmálum. Og það sem samt sem áður hefur verið rætt, það er fullur skilningur hjá nefndarmönnum sem ég hef talað við á slíkum trúnaði. En það er bara spurning með vinnufyrirkomulagið að fólki finnst sem er að hefja störf í nefndinni, allavega einhverjir, þeim finnst óþægilegt að það sé lagt fyrir nefndina fjölda mála sem enginn veit neitt um. Ekki einu sinni í hvaða flokki það er eða einhver örlítil sýn inn á hvar máli liggur. Eða fjárhagslegs eðlis eða einhvers annars konar aðstoðarstuðningur. Það þarf ekki að vera persónugreinilegt síður en svo. En ég held að almennt tek undir það með málshefjanda hér undir þessum lið að þetta spurning að reyna að finna einhverja leið þarna, annarkvort að það sé bara einhvers konar fullnaðarafgreiðsla á sviðinu. Við erum líka að tala um að reyna kannski að auka flæðið af málunum, þá var ég hægt að hugsa það. Ég bara varpa fram spurningu um það, eru einhverja aðra leiðir færar? Er þetta að skýra máli með einhverjum hætti til þess að fólki sem er að afgreiða þetta og bæði við og nefndarmenn séu ekki alveg blind í afgreiðslunni? Já, Valdimar Birgisson, gjör svo vel. Já, bara örstutt út af því að kom fram með þess að vissi ekki að þetta verið trúnaður, að sjálfsögðu trúnaður eins og mál og það er ekki verið að biðja um afléttingu og trúnað eða eitthvað slík. Það er bara þetta þetta er svolítið skrítin afgreiðsla að einmitt að þú veist ekki í hvað flokki þetta er, þú veist ekki eins og hvort þú ert vanhæfur eða ekki til þess að samþykkja mál og ef þetta á að vera svona að þú veist að ég ger mig grein fyrir því að samkvæmt lögum þá ber að samþykkja þessi mál en það þarf einhvers konar upplýsingar að fara til nefndarmanna það hvað á sér stað þarna í þessum málum. Það getur vel verið að þetta hafi verið fyrsta fundur og eitthvað, það fyrir að laga eitthvað ferla þarna innan og það er fínt þá bara gott að heyra það. Já, Rúnar Bragi, þú ert næstur, gjör svo vel. Já, forseti, kæru fundarmenn, varðandi fjölskyldunefnd, þá er það þannig samkvæmt lögum að í raun og veru eru áheyrnar fulltrúar, þá er það ekki heimilt samkvæmt lögum og það verður hingað til þurft að víkja að fundum þegar að trúnaðarmálum kemur. Þannig hefur það verið hér í Mosfellsbæ og þannig geri ég ráð fyrir að verði áfram. Varðandi kannski einstök trúnaðarmál sem að bæjarfulltrúi Valdimar er kannski að tala að þá var það rætt líka inn á þessum fundi að þarna eru eins og þið sjáið og þeir sem hafa verið og sitið hér fundi áður að þarna eru einhverjar 15-18
fundagerðir til kynningar sem eru í raun og veru ekki lagðar fram á fundunum. Þetta einhvers konar form sem hefur verið og málsnúmerinn, þannig að það ekki fjallað öll þessi mál sem við höfum síðan séð hér á bæjarstjórnarfundum og ekki inn á fundunum heldur. En formsins vegna þá verður að setja þetta á málsnúmer þótt þau sé ekki kynnt inn í nefndinni þá og þegar. En á fundunum var rætt þessi mál varðandi trúnað og sjálfsögðu þetta var okkar fyrsti fundur og eini sem hefur verið eftir kosningar og ég tel að starfsmenn nefndarinnar hafi kynnt það mjög vel fyrir okkur sem vorum öll ný utan eins fundarmanns og held að þetta ætti að vera bara lykiljóst fyrir hvernig málum var háttað. Nú, það ekki hvað sér hljóðu sem þetta, það Stefán Ómar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég heyrði í einum af nefndarmönnum eftir þennan fund og það var svona spekulasjón hvernig þetta færi fram. Það er alveg rétt, þetta er allt saman trúnaðarmál og það er náttúrulega ekkert verið að aflétta því. Þetta var meira kannski spurningin það hvert að fullnaðarakuryslu umboðið sem sagt í vinnu nefndinni í sem sagt, hvað heitir að barnaverndármála nefnd minni með að hafa verið kallað einu sinni og mann ekki alveg nöfnin. Þetta eru embættismanna nefndir, þetta sem sagt embættismenni koma saman til eins konar afgreiðslufundar, við getum kannski líkt í saman við afgreiðslufund byggingafulltrúa eða eitthvað slíks og þegar hann kemur til dæmis saman eða heldur sína fundi, ef við höldum okkur við byggingafulltrúan smá stund, að þá hefur hann umboð til þess að afgreiða. Hann hefur ákveðið svigrúm og hann má afgreiða, fullnaðarafgreiða bara að lögum, mannvirkjalögunum. Og það kannski eins og ég skildi viðkomandi nefndarmann, þá var hann að velta þessu fyrir sér, hvert að þetta væri tryggt með óyggjandi hætti að þessi afgreiðslufundir sem eru haldnir á embættismanna stigi, hvort að þeir væru örugglega með tilheyrandi og fullnægjandi afgreiðslu umboðsheimildir og bara samkvæmt sveitarstjórnarlögunum ef að það gengi þannig frá því að þá allavega minni með að það sé þannig að það þurfi engu að síður að kynna það. Reynda byggingafulltrúi þarf þess ekki en það hefur verið viðtekin venja að hann geri það og sama með skipulagsfulltrúan en með minnir að sveitarstjórnarlögin mæli eitthvað fyrir það að það skuli þá gerum það sérstaklega samþykkt hvernig þetta að ganga fyrir sig og hverjum ef þá einhverjum beri að kynna þetta en það kannski aðalatriðið bara þær ákvarðanir sem eru teknar á embættismannalevel að þær haldi vegna þess að ef það verður ágreiningur eða yrði ágreiningur að þá gæti hann kannski brotnað á því ef sem sagt baklandið ekki tryggt. Takk. Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti ágætu fundarmenn, láðist kannski að segja eitt varðandi þessu fundagerð en á fundinu var engin málefni varðandi trúnaðarfund eða barnavernd eða nokkuð annað tekið fyrir á þessum fundi. Þannig að það kom ekki til þess að fjalla einhverja trúnaðarfund á þessum fundi. Þannig að það komi allavega fram. Þannig að það var mér langaði líka að því að það mynduðust umræður varðandi opnun fyrir trúnaðarmál á fundinum og fundarmenn veltu því fyrir sér og ég held að sé kerfislegt og það sé verið að vinna í því að ef að það opnað fyrir til dæmis nýjan formann nefndarinnar á barnaverndarmál sem að eru og komu til áður en viðkomandi kom í nefndina, hvort að svoleiðis upplýsingar hafi nokkuð að gera fyrir þann fulltrúa í nefndinni að því að eins og kerfið kannski núna þá hefðu allar svokallar flókáttir opnast aftur í tíman líka. Þannig að fundarmenn veltu því fyrir sér á að opna fyrir trúnaðargögn sem að eru áður en viðkomandi aðilar hófu afskipti sína pólitík.
Já. Nú, umræðum lokið þetta mál í fjölskyldunefndinni en orðið ennþá laust einhver annur mál nema þessi tvö sem hefur rætt. Við erum ennþá að ræða bæjaráð nr. 1361 frá 19. júlí. Nú, svo virðist ekki vera, þá umræðum lokið og þessi fundargerð þá lögð fram. Þá komið að síðustu fundargerð frá bæjaráði sem að við fjallum á þessum fundi. Það fundur númer 1362 og hann var haldinn 16. ágúst síðastliðinn. Ég var laust og Ásgeir Sveinsson hefur beðið. Ef það verður umræða hér sem gerum ráð fyrir að verði ráðningarsamning bæjarstjóra þá skal ég til að fá að vídeofundi. Já, þá var það... Og varamaður minn taki sæti. Já, það þá rétt að það gerist það núna. Haraldur Víkur að fundi og Arna Hagalistóttir tekur sæti hans undir þessum lið. Já, gjörðu svo. Takk fyrir, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hér upp með mál númer 81, ráðningu bæjarstjóra. Í síðustu viku var gengið frá í bæjarráði nýjum ráðningarsamningi við bæjarstjóra Mosfellsbæjar. Drög af nýjum samningi við bæjarstjóra var lagður fyrst fyrir fund númer 1361 í bæjarráði. Eftir umræðu þau drög af samningi var ákveðið að fresta samþykkt samningsins þar sem að það kom fram ágætt ábending frá fulltrúum minnihlutans að það væri tæknilegir örðugleikar að framfylgja samningnum eins og hann var settur fram. Við fólum lögmann að skoða það að það kom síðan að ljós að það var rétt og þetta laut að því að bæjarstjóri myndi segja sig frá bæjarfulltrúalaunum eins og fleiri sveitarfélag vildu reyndar gera. Ástæðan fyrir því að við vildum gera þetta með þessum hætti var það að við vildum einfalda launamál bæjarstjóra. Það hafa verið uppi raddir það að það eigi að borga bæjarstjóra fyrir að sinna bæjarstjórastarfinu, ekki líka bæjarfulltrúastarfinu og í kjölfar kosninga þá voru við einhuga það, nýr meirihluti, Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna að endurskoða laun bæjarstjóra í kjölfar umræðu sem hafa orðið kjöruna fulltrúa eftir ákvarðanir kjararáðs. Þetta gerðum við í góðu samstarfi og samráði við bæjarstjóra og lögðum síðan fram ný drög að samningi á fundinum 1362 í síðustu viku nýjan launasamning til handa bæjarstjóra. Sá samningur var samþykktur og það gleðilega í honum það að í því felst að laun bæjarstjóra þau lækka 8% frá síðasta samningi eða 155.000 krónur á mánuði, 1860.000 á ári sem eru það bil ein bæjarstjóra laun eða 7,5 milljón á kjörtímabilinu sem að laun bæjarstjóra lækka. Svo nýbreytni ennfremur í nýjum samningi að öll laun bæjarstjóra eru greidd inn í bæjarstjóra laununum, þannig að bæjarstjóri ekki með laun sem bæjarfulltrúi, heldur eingöngu sem bæjarstjóri og felur ný ráðningarsamningur það í sér að laun bæjarfulltrúa eru felld inn í launasamningin. Nú, þetta eitthvað sem að, eins og ég sagði, átti sér aðdraganda, strax eftir kosninga fór þessi umræði í gang og það mjög ánægilegt fyrir okkur að Mosfellsbær skuli stíga fram með þessum hætti. Það einstaka bæjarfélag sem hefur verið að skoða þetta, varðandi lækkun launa bæjarstjóra, en við erum ein af þeim fyrstu sem gerum það og erum mjög ánægð með þessa niðurstöðu. Takk fyrir. Já, Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Já, forseti, númer hvað ráðning bæjarstjóra, númer hvað það? Fyrsta mál á dagskrá, þessa hundag. Já, aðeins að sjá hérna,
ætla aðeins að hérna skjálfum já. Já, ég ætla að segja hérna nokkur orðum ráðningu bæjarstjóra. Það hefur orðið mikil umræða í samfélaginu þau launakjör sem æðstu embættismenn njóta hjá sveitarfélögum sem og annar staðar í samfélaginu. Ég þarf ekki að minna sérstaklega á úrskurð kjararáðs og þann dilk sem hann dró eftir sér og mun draga eftir sér alla næsta vetur í sameiningu sem framöndan eru. Meirihlutinn í Mosfellsbæ sem skipar Vinstri grænum og sjálfstæðismönnum hafði alla möguleika á að bregðast myndarlega við þeirri gagnrýni sem óhóflega launagreiðslu til æðstu embættismanna hafa réttilega sætt í samfélaginu. Hér hefur ráðningarsamningur verið samþykktur af Vinstri grænum og sjálfstæðismönnum og bera þeir flokkar einir ábyrgð á þeim mjög svo ríflegu launakjörum sem samið hefur verið Eins og fram kemur í bókunum fulltrúar C og M-lista í bæjarráði, þá töldu þeir fulltrúar vera áhöld að samningurinn eins og hann var settur upp og formaður bæjarráðs fór hér yfir að það ekki verið að gera ráð fyrir greiðslum til bæjarstjóra fyrir bæjarfulltrúastarfið sem ég reyndar til mjög vafasamt og gangi í raun og veru gegn andalagana, en það kom fram í bókunum fulltrúar C og M-lista í bæjarráði, þá töldu þeir vera áhöld það að samningurinn eins og var settur upp standist fyllilega ákvæði 32. grein sveitarstjórnarlaga greiðslu til bæjarstjórnarmanna. Og ég sammála þessum bæjarfulltrúum þessar efasemdir. Ég bendi á að Vinstri græn og sjálfstæðismenn vildu í raun lækka hinn geysilega ríflegu laun bæjarstjóra, þá hafði verið farið best á því að uppfylla 32. greinina með því að greiða bæjarstjóra sín réttmætu bæjarfulltrúalaun eins og öðrum bæjarfulltrúum og eins og við öll vitum þá til dæmis þá það þannig með bæjarfulltrúalaunum það ekki greiddur séreignarsparnaðar af þeim launum og lækka bæjarstjóralaunin sem sagt á móti þannig að bæjarstjóralaunin myndu lækka það sem bæjarfulltrúalaunin nema. Þannig hefur hægt að gera þetta á gagnsæjan og einfaldan hátt. Samkvæmt fyrirliggjandi samningi fær bæjarstjóri ofan á föst laun greiddar 50 tíma eða einingar sem leggja sig á 9.500 krónur stykkið eða tæpar 500.000 krónur á mánuði. Starf þar sem gert ráð fyrir að fólk vinni 50 aukavinnustundir á mánuði allt árið hlýtur bara hreinlega að teljast heilsuspillandi. Allar rannsóknir sýna að styttri vinnuvika eykur framleiðni og starfsánægju. En þessi samningur gengur algjörlega í gagnstæða átt. Auðvitað á bara að greiða eina upphæð sem innifelur sanngjarnt endurgjald fyrir þá ábyrgð og þau verkefni sem felast í störfum bæjarstjóra, annað bara felulegur. Og eigum við í lokin að ræða aðeins allan aksturinn sem gert ráð fyrir að bæjarstjóri sinni á hverju mánuði. Allan ársins hring. 1200 kílómetra gott fólk. 1200 kílómetrar. Kannski verið að rýma til á 4. hæðinni, þannig að bæjarstjóri verður með skrifstofu og hjólum á næsta kjörtímabili. Þá verður hann bara vonandi með handfrjálsan búnað með símanu sín, ef það ætlunin. Að reka bæjarstjóran úr bílnum. Samkvæmt upplýsingum á vef ríkisskattstjóra almenna reglan að ökutækjastyrkir eru staðgreiðslu skyldir en skila má akstursdagbók og færa þar inn akstur vegna vinnu og af þeirri fjárhæð ekki greidd staðgreiðsla. En ef ekki hægt að skrá akstur alla 1200 kílómetrana í akstursdagbók per mánuð, þá greiddur staðgreiðslu skattur af þeirri upphæð, sem umfram það sem getur með akstursdagbók og það heitir bara launauki. Þetta bara laun. Þetta bara auka laun. Og ég velti því fyrir mig, hvað gerist bæjarstjóra ditt í hug að kaupa sér rafmagnsbíl á kjörtímabilinu? Bara spurning. Ég held að þetta snýst það að það hægt að gera þessa hluti á einfaldan og gagnsæjan hátt og svo bera bara þeir sem ráða viðkomandi starfsmann ábyrgð á þeim launagreiðslum sem þar fara fram og þær eiga að vera skýrar upp á borði fyrir alla útsvarsgreiðendur til að taka afstöðu til hvort þetta eru sanngjörn umbun eða hvort þetta of mikið. Ég segi að þetta of mikið, en það mín skoðun, það ekki skoðun Vinstri grænna eða sjálfstæðismanna, en það sem ekki verst við þetta að þarna bara ekki hreint og klárt lagt á borðið þau launakjör sem var verið að semja
Takk. Já, nei, takk. Valdimar, gjör svo vel. Hér er verið að ræða laun bæjarstjóra. Ég hafði efasemdir það að þessi gjörningur að bæjarstjóri eða að neita bæjarstjóra hans laun sem bæjarfulltrúi stæðist lög. Einfaldlega vegna þess að það stendur nokkuð skýrt í lögum og svo eigi ekki að vera. Það stendur reyndar líka í lögunum eins og komið hefur fram að það er bætt við sem sagt samkvæmt, hvernig er þetta orðað, samkvæmt að kjörnum fulltrúum ber að taka við launum samkvæmt ákvörðun sveitarfélags. Það er alveg skýrt í þessum lögum, það er ætlast til þess að þetta sé ekki neita. Það er verið núna að fara fram hjá þessum lögum. Það er verið að reyna að finna krókaleiðir til þess að fara fram hjá þessu. Og það er einhver ástæða var til þess að þessi lög voru sett og þetta var gert svona. Þannig að við teljum, eða ég tel, að hreinlegast hefði verið nú að borga þessi laun og svo önnur laun. En ég fagna því að það sé verið að lækka laun. Það er bara hið besta mál. Þó þú séu heldur ríflega þessi laun, að þá er verið að lækka og það er ágætis innlegg inn í komandi kjarasamninga. En hins vegar er þetta mjög há laun og eins og Anna Sigurður var að nefna hérna, að það voru mjög ógegnsæ. Og til dæmis þetta með bílastyrkina, þetta er heldur mikið ílagt og hefði verið nær að hafa bara launin við hærri. Við skiljum ekki alveg af hverju verið að fara þessa leið. Það er kannski, við getum útskýrt það af hverju verið að einfalda þetta á þennan hátt eins og þið er að segja, það sé verið að einfalda þetta. Þegar raunin verður svo að þetta er ansi flókin leið og þetta er ansi langsótt ef við orðað þannig. Og líka þessi hraði á þessu, að því að það liggur fyrir að þetta mál fer fyrir ráðuneyti. Það mun einhver, það er mál núna fyrir ráðuneytinu það sem er verið að athuga lögmæti þessa gjörning. Og það hefði verið nær að bíða eftir þeim úrskurði. Takk fyrir. Já, Ásgeir Sveinsson, gjör svo vel. Forseti, það er spurt af hverju var þessi leið farin. Það sem við vildum gera, það var það að við vildum einfalda kerfið og við teljum okkur verið að gera það með þessu. Það eru margar raddir út í þjóðfélaginu sem að hafa sagt að það sé verið að borga tvöföld laun bæjarstjóra sem að fær líka laun sem bæjarfulltrúi. Við erum ekki sammála því að það sé verið að borga honum tvöföld laun, heldur við vildum einfalda launaútreikningin og við vildum gera þetta meira gagnsætt og við teljum okkur verið að gera það með þessum hætti. Nú eru öll laun bæjarstjóra falin inn í bæjarstjóra laununum. Það er vissulega greidd yfirvinna fyrir þetta starf og ef að bæjarfulltrúi Anna Sigurður er sannfærð það að bæjarstjóri vinni ekki eftirvinnu í þessu starfi, að þá er það eitthvað sem hefur algjörlega farið fram hjá mér, en það er greitt fyrir þessa eftirvinnu og það er alveg sama með bílastyrkin. Bílastyrkurinn er upp á 1200 kilometra og það er bæjarstjóri færir akstursdagbók og það er hárrétt sem að Anna Sigurður bendir á að það sem að hann keyrir að það er frádráttarbært frá skatti, en það sem að eftir stendur er þá auðvitað greitt skattur af. Alveg eins og með yfirvinnuna og alveg eins og með bílastyrkin, að þá er þetta bara samningur, launasamningur við bæjarstjóra og heildarlaunin eru 155.000 krónum lægri á mánuði núna heldur en í eldri samningi. Það snýst málið. Við erum ekki að fara á svig við nein lög eða við erum ekki með neitt feluleik. Við erum bara einfaldlega að lækka laun bæjarstjóra sem nemur 7,5 milljón á kjörtímabilinu. Við erum að einfalda hvernig við greiðum honum laun og síðast en ekki síst að þá
er það þannig að ef að þetta ekki eins og Valdimar bæjarfulltrúi sagði hér áðan, ef það þannig að menn í vafi hvort þetta stenst lög, að þá að sjálfsögðu hefur bæjarfulltrúi eða hver sem hér leyfi til þess að kæra þetta til ráðuneytisins og þá fáum við einfaldlega úrskurð það hvort þetta stenst. Við könnuðum málið og reyndum að fá sem gleggsta mynd á það hvort þetta væri löglegt. Við töldum eftir þau svör sem við fengum að þetta væri hægt að gera þetta svona. Ef að það síðan kemur í ljós að það ekki hægt, að þá einfaldlega þurfum við að endurskoða þetta. En ég get lofa því að við munum samt sem áður lækka laun bæjarstjóra sem þessu nemur. Við vorum ekki tilbúin að lækka launina fulltrúa laun sem eru 250.000 krónur. Þess vegna var þessi leið farin. Við gátum ekki borga ánum helming af bæjarfulltrúa launum. Þess vegna meðal annars var þessi leið farin. Þannig að ef að þetta kemur í ljós að þetta ekki hægt, að þá get ég lofað Mosfellingum því að við munum ekki láta þá kæru stoppa okkur í að lækka laun bæjarstjóra Mosfellsbæjar. Takk. Já, Anna Sigríður hefur beðið óskað eftir því að bera sér ámæli, þannig að ég ákveði að hún taki til máls og síðan þú 17 skall. Gjör svo vel, Anna Sigríður. Takk, forseti. Já, ég bara bregðast við orðum hér formanns bæjarráðs, þar sem að lagði mér orð í munn, sem ég líka mjög illa í fyrsta skipti sem að formaður bæjarráðs ávarpa mig á bæjarstjórnarfundi. Ég var ekki að bera breiður á það að hvort bæjarstjóri inni þessa tíma. Ég sagði það aldrei og ég skil ekki hvernig formaður bæjarráðs gat lesa það út úr mínum orðum. Það sem ég var að tala að þetta ómennst vinnuálag. Og þá segi ég bara, ef þið viljið einfalda hlutina, þá kannski vantar viðkomandi bæjarstjóri bara aðstoðarmann. Ef við ætlum að hafa hann í vinnunni 40 tíma dagvinnu hverju viku og 50 tíma í plús á hverju mánuði. Það segi ég ómennst vinnuálag. Ég sagði aldrei og vændi bæjarstjóra aldrei að svíkjast í sinni vinnu eða leggja ekki frá það vinnuframlag sem ætlar að vera til á hann. Og ég bara þessi að koma því á framfæri og svo vegna þess að hér er hérna verið að tala einfaldleika, þá segi ég bara, það bara greinilega mjög misjafnt hvernig fólk lítur á þetta orð af einfalda hluti. Fyrir mér ekki verið að einfalda neina hluti, það verið að flækja hlutina. Og svo varðandi akstursdagbókina, það kannski forseti bæjarstjórnar sem lesi yfir akstursdagbók bæjarstjóra? 17 skall, það svo vel. Forseti, þessi málatilbúnaður og ferli fannst mér ekki til fyrirmyndar. Við mætum á fund undir dagskrárliðum ráðningu bæjarstjóra á þess að hafa lesið drögin af samningnum við hann. Það gengur náttúrulega ekki upp. Það gengur ekki svona vinnubröð upp og það eru ekki látnir útreikningar fylgja fyrir en við fáum það varpað upp á skjá á fundinu sjálf. Og þá sagt, ef við ekki fara að samþykkja þetta. Þessi vinnubrögð eru forkastanleg og ekki til eftirbreytni. Ræðum aðeins kjöri. Það sjálfsagt að borga vel fyrir það sem vel gert. Og það alltaf matsatrið. Og ég efast ekki það að meirihlutinn þykir það vel gert það sem að oddviti þeirra vinnur. En það þarf ekki að vera alla að svo sé. Kjörin sem að ég að skoða hér í bæjarfélaginu, sem verið að greiða fólki í mötunendum skóla, eru algjörlega lágmarkslaun. Og þau eru svo mikið lágmarkslaun að þegar fyrir kosningarnar var rætt við fólkið, þessar einstaklingar sem ég rætti við, þá voru 15.000 krónur stór peningur hjá þessu fólki í hækkun á mánuði. 15.000 krónur. Hér sagt að vera að lækka 150.000 krónur. Það ekkert fyrir séð. Ef að þetta ekki réttur samningur, hvort sem að menn ætla að leiðrétta hann eða ekki, og enginn hefur, brugðið fæti fyrir þetta mál, þá væri hugsanlega krafa á bæinn
afturvirk út þetta kjörtímabil af hálfu þess sem fengi samningi. Og þá verður þetta ekki lækkun launa heldur hækkun launa. Og við skulum árétta eitt, að það er hækkun á launaflokknum hjá kjararáði í samning. Það er búið að semja við bæjarstjóra Mosfellsbæjar að fara úr launaflokki ráðuneytisstjóra samkvæmt kjararáði í launaflokk ráðuneytisstjóra forsætisráðuneytisins. Þessum kjörum öllum fylgja eftirlaun og önnur kjör sem liggja þarna baki. Og þessi launaflokkur er sérstaklega tilgreindur í samningnum. Segja svo að þessi laun sem hann á auk þess að þiggja samkvæmt lögunum, 32. grein, bæjar fulltrúa sem er rætt, eiga að vera innifalið í kjörum sem þegar er búin að setja í launatöku. Hvernig stenst það? Og þegar við sitjum á þessu fundi, algjörlega blindir fyrir fundin, og þá erum við að reyna að átta okkur á því hvað í þessu felst. Og þá sagt að þetta sé lækkun launa. Það er bara ekkert fyrir séð. Með leyfi fundar, forseta, vil ég lesa upp bókun M-lista frá þessum bæjarráðsfundi. Gjör svo. Fulltrúi M-lista vill vísa málinu til bæjarstjórnar sem síðan getur vísa málinu til afgreiðslu bæjarráðsfundar eftir ítarlega umræðu í bæjarstjórn. Þessu var hafnað. Það var því að hafnað að skoða máli vel að hálfu meiri. Áfram segir, tafir við ráningu bæjarstjóra hafa komið til vegna frestunar meirihlutans á málinu sem slíku. Það að vísa málinu til bæjarstjórnar yrði bæði lýðræðislegt og í samræmi við óskir kjósenda gagnsæi ráningu bæjarstjóra sé höfð að leiðarljósi. Það var ekki meiri gagnsæi en það að fulltrúar minnihlutans sem fengu þannig kosningu að það fækkaði meirihlutunum. Fengu ekki gögnin fyrir hundin. Þetta er allt gagnsæi. Og svo segir, tillaga M-lista það var felld af hálfu 2 fulltrúa D-lista í bæjarráði. Þetta gagnsæi. Með því til fyrirkomulagi að lögbundin réttindi og laun bæjarfulltrúa séu spirt saman við ráðningu viðkomandi aðila og sett inn í ráðningarsamning hans þar sem hann afsali sér launum bæjarfulltrúa og að allar hans tekjur séu innifaldari í launasamningi bæjarstjóra stöðu gæti orka tvímælis. Ekki liggur fyrir bindandi álit viðkomandi fagráðuneytis og gögn vegna þessa dagskráliðar lágu ekki fyrir á fundargátt fyrir fundin. Öll þessi vinna og allt form þess er vanbúið. Það er miður, hins vegar fagnar fulltrúi M-lista að laun sem hafa hækkað umtalsvert síðustu misseri og ár lækki hjá bæjarstjóra. Hann hækkar þó launaflokk og fer upp í hærri launaflokk en áður var sem ég nefndi hér áðan. Þessi mál eru þannig úr garði að við erum með hérna fólk sem er að fara í kjarasamninga við þetta á næstu misserum. Og ég vísa þau allri ábyrgð á meirihlutann og meðal annars þá sem voru hér áður að ræða þessi mál fyrir kosningar og hafa hér mynda meirihluta með Sjálfstæðisflokknum síðustu ár. Vegna þessa máls, strax eftir fundin, dró fulltrúi Miðflokksins upp erindi til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins sem flokkast undir kvörtun eða kæru, því má tjalda til, en það kallast kvörtun. Hvers vegna leggum maður slíkt fram? Það er vegna þess að aðrar leiðir eru ekki lengur færar. Maður er ekkert að gera þetta að
gamni sínu. Og það skiptir þetta máli eitt atriði að erindi fór á sínu tíma en ég þurfti að senda vegna rangrar tilvitnunar en það var leiðrétt og haft samband við ráðuneytið í dag og það var ekki gerð nein athugasemd við það. En eftir stendur að þó að bæjarstjóri afsælir sér ekki sjálfur bæjarstjórnarlaunum og þá er það ennþá undarlegra að hann fái meðbræður sína í stjórnmálum í bæjarráð til þess að gera það fyrir sig. Já, ég hef nú sett sjálfa mig hérna á Mælendaskrá um þetta mál. Það er að segja ráðning bæjarstjóra, málum 4. Það hafa komið hér nokkru bæjarfulltrúar og fagna því að launin séu að lækka. Og ég tek alveg undir það. Mér finnst það gott mál. Og það getum við verið sammála. Við erum kannski aðalega fyrst og fremst að ræða útfærslu aðferðina við það að lækka. Hvar á að stinga nú við fæti til þess að lækka það eins og formað bæjara Ásgeir Sveinsson talaði áðan það 8% sem gerir 155.000 krónur á hverju mánuði og 1860 ári og það tæplega 7,5 milljóna kjörtímabilinu. Mér finnst það vera mergur í málsins. Prósenturnar og krónurnar. Það hófst strax eftir kosningar í vor, hófust umræður hér innan meirihlutans og fórum í alls konar samanburð, vera saman við launakjör hjá öðrum bæjarstjórum sem voru mikið til umræðu hérna fyrir kosningar og reyndar núna eftir kosningar í ljósi þess að nú var að hefjast mikla kjaraviðræður hér á landinu öllu. Það er ansi erfitt að fá svona fast land undir fætur við hvað á miða, stærð sveitarfélaga og hvað. Þannig að það var svona ekkert viðmið. Þetta var niðurstaðan sem að ég held að við getum bara öll fagnað og það hafa komið hér allavega fulltrúi Miðflokksins og fulltrúi Viðreisnar og fagnað því. Hvað snýst það málið? Hefði fögnuður verið meiri ef það hefði verið lækkað meira eða snýst það kannski frekar það að útfærslu aðferðin sé svona svolítið, ég veit ekki, flókinu eða einfaldi hvernig við orðaðu það, hvar á að lækka, það búið að útlýsta þetta vel, hvernig hugmyndin að verði lækkað, hefði það verið betra að lækka grunnlaunin eða yfirvinnuna eða svokallega bílapenninga. Það má alveg ræða það og hefur svo sem verið velt ýmsu upp í þessum viðræðum en þetta var niðurstaðan og það sem skiptir mestu máli er það að launin að lækka þessa krónutölu og þessa prósentur. Og hitt en að mála að eins og hvort að þetta gangi ekki, það eru efasemdir það og eins og fulltrúi Miðflokksins hefur talað hér og fleiri, þá verður það eiginlega bara komið í ljós. Hvort að þetta gangi ekki og það þá boltinn fer þá hér til Reykjavíkur og í háa ráðuneyti sem mun skera úr það. Við höfum hérna lögmenn bæjarins til ráðuneytis og það var ákveðið að reyna að fara þessa leið og samþykkt á þessum bæjarasundi sem við erum að ræða núna. Við vitum ekki hvert það leiðir, það verður bara að koma í ljós. En eins og Ásgeir Sveinsson formaður bæjarráðs talaði áðan, þá mun það ekki breyta því ef að það verður ekki afturreka með þetta og þá verður bara að fara einhver önnur leið. Þannig að til þess að þessi krónutala og þessi prósentulækkun komist í heila, það finnst mér vera mergur í málsinn og ég held að við getum samanast það. Það má auðvitað líka segja að þetta sé lítið lækkun og allt það það er bara mjög erfitt að fá svona fastland undir fætur en ég held að við getum og ég ætla bara að fagna eins og aðrir hér frá bæði meirihluta og minnihluta það að stíga þetta skref. Þetta hefur verið til umræðu í öðrum sveitarfélögum og við erum allavega að fara þarna en það eru líka allmörg bæjarfélög þar sem að
Já, það var bara endur nýja gamli samningurinn, þannig að við erum svolítið að stíga þarna ákveð heilla skref að ég tel. En það var ég þarf lótið málum við nýbili og Stefán Ómar, þú varst búinn að biðja orðið, gjörðu svo vel. Er ég búinn að tala tvíslega? Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég hef nú kosið að halda mig bara alveg við rammana. Ef maður horfi bara á gamla samningin, eða sem var fyrir síðasta kjörtímabil og svo þennan sem var verið að gera núna, þá er gamli samningurinn 1725.000 og svo nýi 18.000. Það eru 5,3% hækkun. Ég vil bara leyfa mér að vera ekki að hræra í bæjarstjórnarlaunum viðkomandi einstaklings vegna þess að þau eru föst og það er ekki hægt að afsala sér þeim og það er svona áhöld það hvort að þetta gengur og svo framvegis. Svo lítum maður til nágrannasveitarfélagsins sem er Garðabær, þeir gerir þetta bara mjög smekklega. Þeir lækkuðu bara laun ráningasamningslaun bæjarstjórans og hann heldur bara sínum bæjar fulltrúalaunum eins og verið hefur. Þetta er mjög gegnsætt og bara fínt og tek bara ofan fyrir þeim og maður náttúrulega velti fyrir sér af hverju gerðu við þetta ekki bara einfallega svona, af hverju eru að fara í einhverjar svona leikfimi með þetta. Ég er ekki áttan á því og formaður bæjarráðs var spurður að því hérna áðan af hverju þetta hefði verið gert svona og ég gat ekki tekið eftir því að hann svaraði því beinlínis af hverju að blanda þessu svona saman. Ég hef engan heyrt koma inn á það og það er kannski kjarni málsins. Þannig að ég fæ bara þetta einfallega út svona, ég stíga þetta í sundur. Gamli samningurinn 1725, nýi samningurinn 1818, 5,3% hækkun. Þannig er það bara í mínum huga. Og svo verðum við bara að sjá, það komið erindi til ráðuneytisins þetta álitaefni og þannig að þessu er ekkert, umræðan þetta er ekkert lokið núna. Það er búið að senda Mosfellsbæ bæjarstjórninni bréf það að hún megi koma að sínum sjónarmiðum í málinu. Og þannig að við höfum eftir að vera eitthvað að fjalla þetta áfram og væntanlega þá á næsta bæjarstjórnarfundi vegna þess að okkur er gefin frestu til 7. september ef maður rétt að svara og næsti reglulegi bæjarstjórnarfundur 5. september þannig að við þurfum að klára þetta fyrir þann tíma. Þannig að ég kalla bara eftir því, af hverju voru menn að flækja þetta, af hverju fóru menn ekki Garðabæjarleiðina, þetta bara blasir svona við ef maður tekur þetta bara akkurat bara eftir efni samningsins, gamla samningsins og nýja samningsins. Svo er það annað og ég ætla að láta tíman bara leiða það í ljós. Þessi flétta kann að mismuna bæjarfulltrúum. Munið þetta. Hún kann að mismuna bæjarfulltrúum. Það er eitt aukaatriði fyrir utan þessa fléttu. Og við skulum sjá. Það verður væntanlega skorur úr það. Og ef ekki í þessu áliti, þá verður óskað eftir því verið ráðuneytið að það skoði það sérstaklega. Það kann að mismuna bæjarfulltrúum. Takk. Já, það var beinni spurningu til þín. Þú ert reynda búin að tala tvisvar sinnum. Eru bæjarfulltrúar sammála því að hann fá að svara því hér? Endilega. Það taka þriðaskipti til máls og síðan annars yfir. Takk fyrir það, forseti. Bæjarfulltrúar. Ég sagði í bæði skiptin sem ég tala á hann að við teljum okkur með þessari aðgerð vera að einfalda launakerfi bæjarstjóra og við teljum okkur vera að auka gagnsæi. Ef ég mann rétt að þá orðaði Anna Sigríður það, ég voni ég vitni rétt í hana núna og beða hann afsökunar á þann, að þá orðaði Anna Sigríður að það veri mikill meiningamunur á hvað væri einföldun og hvað væri verið að flækja hlutina. Þannig er það bara í þessu tilfelli. Við teljum okkur með því að gera þetta svona að þá séum við einfalda hlutina og að stilla þessu upp þannig eins og við bæjarfulltrúi
Stefán Ómar gerir, að taka einn lið út úr launasamningnum og segja að það sé verið að hækka laun bæjarstjóra, að ég held að flest allir sem að vilja skilja málið, að þeir séu með það á hreinu að það ekki hægt að gera þetta með þessum hætti. Aftur og enn að þá erum við að lækka laun bæjarstjóra 155.000 mánuði. Við getum ekki tekið einn lið út og skilið restina af samningnum eftir. Það allavega mitt mat. En til þess að svara spurningunni, þá teljum við með því að fela öll launin inn í bæjarstjóra launin, vera einfalda hlutina, gera það á gagnsæja og eins og kom fram að þá er núna málið til skoðunar í ráðuneytinu og ég vil bara ítreka það að hér að baki býr ekki nein flétta eða fléttur að þessu máli. Við einfallega vildum fara þessa útfærslu leið á að lækka laun bæjarstjóra. Ef að það síðan kemur í ljós að gengur ekki, að þá munum við að sjálfsögðu bakka með það og finna þá leið sem að við getum farið til þess að þetta verði samsvarandi lækkun eins og við stefnum að. Takk. Já, Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég er komin upp til þess að lesa upp sameiginlega bókun þeirra flokka sem að sitja í minnihluta bæjarstjórnar Mosfellsbæjar varðandi þetta mál. Hún hljóðar svo: Bæjarfulltrúar CLM og S-lista í bæjarstjórn Mosfellsbæjar standa ekki að baki ráðningarsamningi við bæjarstjóra, oddvita sjálfstæðismanna, sem samþykktur var af meirihluta DV-lista á bæjarráðsfundi 1362 þann 16. ágúst 2018. Að mati þeirra hefur ekki verið gengið úr skugga að launasamsetning bæjarstjóra sé lögmæt, auk þess að vera ógagnsæ og fjárhæðir of háar. Í fyrsta lagi leikur vafi á lögmæti þeirrar ákvörðunar meirihluta VV og DV-lista að greiða bæjarstjóri ekki sérstaklega laun fyrir bæjarfulltrúastarfið eins og 32. grein sveitarstjórnarlaga kveður á og telur minnihlutinn að það sé ámælisvert að bíða ekki álits ráðuneytis sveitarstjórnarmála á því atriði enda ljóst að ekki tekur langan tíma að fá slíkt álit. Efasemdir lögmæti samningsins voru viðraðar á bæjarráðsfundi strax við fyrri umræðu ráðningarsamninginn og var afgreiðslu frestað vegna þeirra. Meirihlutinn ákvað engu að síður að bíða ekki eftir því að fá álit ráðuneytis sveitarstjórnarmála, heldur var ákveðið að breyta til bráðabirgða reglum bæjarins launakjör í nefndum til þess að unnt væri að réttlæta launasamsetningu bæjarstjóra. Með þessari ákvörðun meirihluta VV og DV-lista farið á svig við anda sveitarstjórnarlaganna og í staðinn valið að fara í aðgerðir til að komast hjá ákvæðum laganna. Er það umhugsunarefni hvers vegna slík vinnubrögð eru viðhöfð. Í öðru lagi teljum við að launin séu úr takti við önnur laun sem sveitarfélagi greiðir og samsetning þeirra ógagnsæ. Þannig teldum við eðlilegt að bæjarstjóri fengi laun og hlunnindi í takti við aðra starfsmenn Mosfellsbæjar. Ábyrgðin á ráðningarsamningi þessum að fullu og öllu hjá Vinstri grænum og Sjálfstæðisflokki. Og undir þetta ritum við öll fjögur, undirrituð Anna Sigríður, Stefán Ómar Jónsson, Anna Sigríður fulltrúi S-lista, Stefán Ómar Jónsson fulltrúi L-lista, Sveinn Óskar Sigurðsson fulltrúi M-lista og Valdimar Birgisson fulltrúi C-lista og ég mun senda ritara fundarins afrit af þessari bókun. Já, takk fyrir, en Stefán Ómar, þú ert næstur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Virðulegu bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson sagði að ég hefði tekið einhvern lið út úr samningum. Ég kannast ekki við það, ég bara að horfa á hann hérna eins og stjórnsýslan stilti þessu upp fyrir mig í dag. Hins vegar gerði stjórnsýslan það sem ég baði hann ekkert hún setti inn einhverja línu hérna sem heitir laun sem bæjarfulltrúi, setti það inn í dálkinn fyrir ráðningarsamning. Ég man ekki eftir að sé neitt í ráðningarsamningnum bæjarfulltrúa og laun, ekki neitt. Þannig ég var ekki að taka með fullri virðingu fyrir bæjarfulltrúa Ásgeiri, ég var ekki að taka neitt út úr, ég var bara að lesa þetta hrátt hérna áðan. Ég vil bara svona ítreka það. En eins og ég sagði áðan, þetta komið til kasta ráðuneytisins og við skulum bara
við bara keyrum það í gegn. Ég meina, það er bara svona deilda meiningar þessa aðferðafræði og hérna, ég kalla þetta ábyggilega fléttu á það, en ég skal taka það tilbaka. Flétta er kannski ekki gott orð, en það er ágreiningur aðferðafræðina við þetta. Ráðuneytið mun fjalla bara það og við gerum það bara, tökum öll væntanlega þátt í því að ýta því til enda, að einurð og heiðarleika. Og svo bara það sem ég sagði á hann, þetta kann að mismuna bæjarfulltrúum. Við ykkur að muna það. Kolbrún, þú næst. Gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Við ræðum hér ráðningarsamning bæjarstjóra. Þetta, nú ætlum ég bara að tala út frá svona mína tilfinningu gagnvart þessi máli öllu saman. Hér eru við, meirihluti D og A-lista að leggja fram samning og sýna fram á það að við viljum og höfum vilja til að við skynjum það í hópi minnihlutans og krafa í samfélaginu og eftir mikla umræður ofurlaun bæjarstjórana og borgarstjóra og það sem að þeir hafa í laun, þeir ágætu stjórar og þær. Við stígum fram og þetta er væntanlega eini bæjarstjórinn á höfuðborgarsvæðinu sem það sem að launin eru lækkuð. Ég er nánast viss það að hann væri alveg til í að þiggja ráðningarsamning bæjarstjórans Garðabæ. Ég held að við ættum kannski bara að bjóða hann. Ég er alveg viss það að hann væri til í hann. Það er mun betri samningur. Þannig að við skulum bara, ef það er vilji til þess og ef niðurstaðan verður úr ráðuneytinu svo að við séum að fremja hér einhvern ólöglegan gjörning sem ég vona að svo sé ekki. Minnihlutinn vill ekki lengi að keyra þetta beint niður í ráðuneyti og kæra þetta allt saman. Svo sem trúa því að því mér fannst í kosningabaráttunni þetta svolítið stefna í þetta að þetta væri meira persónulega út í bæjarstjórans heldur nokkuð annað og ég veit að nú fara allar hendur á loft en þetta er bara, ég ætla bara að segja, þetta er bara mín tilfinning og hún kann að vera röng. Ég veit það, en þetta er samt, þetta skein í gegn alla kosningabarátuna og þetta blasir nú var ljúka þessu máli. Það sem að gerðist í Garðabænum var það að Gunnar Einarsson bæjarstjóri var svo óheppinn og svo mætti orðið komast að hann var kosinn bæjarfulltrúi sem hann var ekki áður. Þannig að hann vildi afsala sér launum sem bæjarfulltrúi. Á því leitinu var þetta, og hann fekk, það mátti hann ekki. Okkar oddviti og okkar bæjarstjóri er núna og hefur verið kjörinn bæjarfulltrúi þannig að það var öðruvísi staða á þeim tveimur. Ég veit ekki alveg og ég veit eflaust að varpa hér einhverju sprengju fram sem að ég ætla bara, því mér leiðist að tala ekki hlutina eins og þau nákvæmlega eru. Ég held að hér fær fólk kannski bara útskýra það að ég hafi rangt fyrir mér, ég ætla bara að vona það. Mér finnst þetta nokkuð skýr skilaboð minnihlutans til okkar oddvita og bæjarstjóra. Þetta lá alltaf í loftinu, ég ætla bara að segja það, ég ætla bara að varpa hér fram. Við vissum það líka að það er skýr krafa í þjóðfélaginu að lækka laun bæjarstjóra. En ég held að það sé hvergi hægt að ráða einstakling til starfa sem ber ábyrgð á 600 manns fyrir lægri laun en þetta. Og ég ætla líka að segja frá því að ég rek líka hluta af byggingafyrirtæki og þar eru með tæknimenn í vinnu sem ég veit ekki hvort þið myndi mögulega þiggja þessi laun sem við erum að bjóða bæjarstjóra. Við erum bara að tala byggingafræðinga sem bera ábyrgð á byggingum niður í bæ. Þetta eru launin í einkageiranum, það er kannski náttúrulega allt annað mál. Hér erum við að tala hið opinbera og það framundan við vitum þannig að nú eru kjarasamningar framundan og auðvitað eigum við að ganga fram með góða fordæmi, ég gerum fulla grein fyrir því. Við stígum þetta skref, þetta eru skýr skilaboð til oddvitans að lækka launin. Þetta er okkar leið, ég veit ekki af hverju að vera að gera veður úr því núna að þetta er niðurstaðan. Gjörningurinn, við erum að tala þann gjörning hvort að hann sé löglegur ekki, bara fínt við fáum úr því skorið. En ég vil benda á það að ef það verður niðurstaðan að það svo ekki, að þá verðum við fús til að fara að Garðabæ í leina. Það er ekki vandamálið. Takk, forseti. Sveinn Óskar. Gjör svo vel, Sveinn. Forseti. Það er ekki leitt að skotgrafahernaður meðan hlutur sé að hefast
án nokkra styrjaldar, en málið bara einfallega þannig að það sem var nefnt hérna áðan var ferli málsins. Gögnin voru ekki til á gáttinni, við fengum ekki gögn og gagnsæi var ekkert. Nú, varðandi lækka töluna, það fylgir því ekki þó þessi sátt lækkun að hún sé fullnægjandi okkur mati. Og þetta í raun og veru hækkun, eins og komið hefur fram, af samningnum per se. Eins og ég nefndi á það var að færa úr ráðuneytisstjóra launaflokki í ráðuneytisstjóra forsætisráðuneytis. Þannig að það varðandi kjörin og umræðina hérna kjörin og byggingaverkamenn og tæknimenn, að þá ætla ég ekki að gera það lítið úr þeirri starfstétt að fara að bera laun bæjarstjóra eins og þeir liggja fyrir við þá ágætu starfsmenn sem vinna hérna úti hörkuvinnu, hvort sem tæknimenn eru eða aðrir. Myrkran á milli. Ekki með fasta yfirvinnu upp á 500.000 á mánuði. Tæpar. Varðandi það sem að komið hefur fram, maður neyðist til að senda svona út ekki vegna persónulega óvildar. Við bókum ekki hér á þessu fundi vegna persónulega óvildar. Við erum í stjórnmálum. Það bara einfaldlega þannig. Og ef að fólki finnst þetta fullnægjandi laun, eins og kom fram hjá bæði fulltrúa V-lista og D-lista, þá bera þeir bara einfaldlega ábyrgð á því sjálfir hvað þeir gera. En það að framkvæma hlutina eins og þeir framkvæmdu það ósvinna. Ósvinna og illa að þessu staði. Það alveg sama hver ætti þarna hlut. Hvort það sé þeir sem eru núna í minnihluta eða einhver annar. Þetta var bara ekki í lagi. Við vissulega bíðum eftir því hvort eitthvað kom úr þessu. En það verður að átta sig á því að það liggur dálítið í hlutarins eðli. Að það ábyrgð þeirra sem endanlega taka ákvörðun í þessu máli en ekki endilega alltaf að vísa á embættismenn sem reyna að finna leið fyrir stjórnmálamenn. Það endanlega alltaf á höndum viðkomandi stjórnmálamanna hvað þeir að gera. Þeir sæta ábyrgðin. Embættismennirnir að reyna að gera sitt besta með þeim tækjum og tólum sem þeir hafa á þeirri stundu sem þeir að vinna verki. Meðal annars fékk ég mjög heiðarlegt svar þessa vinnu frá lögmanni bæjarins. Og ég fagna því, hvernig hann svarar. En það svar var í raun og veru þannig að hann reyndi sitt besta að afla gagna og upplýsinga og fá færustu aðila málum. En við bara efumst það því miður að ef það ekki tala við fagmenn ráðuneytis eða lögmenn sambands íslenska sveitafélaga, þá fáir orðir eftir sem eru mjög miklu sérfræðingar í stjórnsýslu annað en lektor við Háskóla Íslands eða annar staðar sem hafa þegar tjáð sig svona mál í fjölmiðlum sem að annar sveitafélaga átti í hlut. Varðandi Garðabæ og launakjörin þar. Við erum ekkert að segja að þau launakjör hendi. Við bendum bara einfaldlega þeim á sem ætla að semja laun við bæjarstjóra, framkvæmdastjóra bæjarins. Enn og aftur vil ég menna það að þeir bera bara pólitíska ábyrgð á því hvort að þeim finnst það í lagi að launin séu í þessari stærðargráðu. Þeir bera bara ábyrgð á því. Það almenningur úti í bæ sem metur það hvort að þetta sé í lagi. Þið getur haft alls konar skoðanir það hvað þið eru að gera góða hluti með 150.000 lækkun á mánuði. Það verður þá betur að þessu lækkun ætti sér stað út allt kjörtímabilið mánaðarlega. Ég segi bara einfaldlega þannig að við verðum að gæta því stjórnmálamenn að það fólk hérna úti sem á ekki til hnífs og skeiðar.
Við erum að taka upp mál hérna vegna fólks sem á ekki einu sinni þak yfir höfuð. Og semja slík kjör núna ekki í lagi. Þessi lækkun ekki fullnægjandi eins og kom fram í bókuninni sem lögð hefur verið fram. Ég vil bara árétta það, við skulum reyna að halda okkur við efnið en ekki við menn, og efnið skýrt, það liggur fyrir bókun og það rétt að taka hann til afgreiðslu og ég styð hana heils hugar. Já, annars þú varst búin að nú þú talað tekið tvisvar til máls. Já, ég ætla bara að bera af mér ámæli sem komið fram hér í ræðu forseta. Já, gerðu svo vel. Forseti, ef það var ekki búið að koma orðatiltækið að vísa einhverju á bug, þá myndi ég nota það. Það kom hér fram í máli bæjarfulltrúa Kolbrúnar Þorsteinsdóttur ásökun á líklega okkur öll sem skipum minnihlutann í bæjarstjórn Mosfellsbæjar að það réð einhver persónuleg óvild gagnvart Haraldi Sverrissyni sem ráðinn bæjarstjóri og kjörinn bæjarfulltrúi sem bæ. Okkar viðbrögðum við vinnulagi meirihlutans í þessu máli. Og ég endurtek, ef ekki væri búið að koma óorði á orðatiltæki að vísa á bug, þá myndi ég nota það. Ég vísa þessu fullkomlega til föðurhúsanna. Og ég vil bara minna á það að hér fyrr á þessum fundi, þá kom sami bæjarfulltrúi og óskaði eftir því að hér væru menn kurteisir hver við annan. Þetta kalla ég ekki kurteisi, að væna, og ég teka bara mjög persónlega gagnvart mér, að það sem að keyri mig áfram í þessu máli sé persónulega óvild gagnvart Haraldi Sverrissyni. Því fyrir víðsfjarri og ég eiginlega bara óska eftir því að ég verið beðin afsökunar á þessu. Og mér finnst þetta ekki hægt. Og svo að gera lítið úr því að það sé kvarta til ráðuneytisins, það eru engar aðra leiðir fyrir bæjarfulltrúa. Ef við teljum að hér sé ekki rétt að þá er þetta svo eðlilega leið stjórnsýslunnar að leggja fram kvörtun. Það ekkert persónulegt við það, ákveður þetta ekki neitt. Við þurfum bara að fá niðurstöðu í þetta mál og það er sama hver sæti í þessum bæjarstjórastóli, þá þætti mér þessi samningur ógagnsær og launin og há. Punktur. Valdimar Ríkisson, þú næstur, hversu verður Valdimar? Já, ég vil líka taka fram að þessi bókun og þessi mótmæli okkar hafa ekkert að gera með Harald Sverrisson og persónu hans og ég vil ítreka það að ég hef ekkert á móti Haraldi Sverrissyni og á sama hátt vil ég mótmæla því að það sé verið að segja að þetta sé einhver persónulega óvild, en ég held að bæjarfulltrúi hafi búist við því að við kæmum upp og segðum þetta. Ég vil líka varandi það sem að forseti bæjarstjórnar sagði hérna áðan og með leyfi forseta, ætla ég að vitna í forseta að hann sagði myndu þið verða ánægðir ef launin hefði lækkað meira. Svarið því er já. Hér hafa fjöldi bæjarfulltrúa komið upp og lýst ánægju sinni með því að launin hafa lækkað. Ég hef engan heyrt komaðinn upp og sagt að hann sé óánægður með að þau hafi ekki lækkað. Þannig ég gerir ráð fyrir að við værum bara öll himinlifandi ef þetta hefði lækkað ögn meira. En ég vil ítreka þetta og það sem að við höfum verið að segja, að fyrsta lagi eins og komið fram að hér að hefja kjarasamningar, það er gott að þetta innlegg að launin lækki, en þau eru engu á síður úr takti við það sem aðrir starfsmenn bæjarins að fá. Og það er ekki gott og við heyrum viðbrögð við þessum samningi út í þjóðfélaginu, hann er á þessa vegu. Fólk er að gagnrýna þetta ógegnsæi. Í annar stað er þetta með að afsala sér launum og aftur þetta. Það stendur skýrt í lögum að það er ekki hægt að afsalast þessu launum. Og það hefði kannski verið betra, nú erum við að benda á það hefði verið betra að fara bara Garðabæjarleiðina að því leitum til að hann átt að fara, að við höfum að horfa á þannig að þetta væri torsótt leið og fara þá hina leið. Það er það sem við erum að benda á, fyrst og síðast. Og
En aftur þetta að líka kannski ávarpa þetta sem kemur svona oft upp að það þessi smá titringur á milli okkar og við ættum að hugsa það að ég held að flest okkar og öll okkar séum að berjast fyrir þeim hagsmunum sem við erum kosin til að sinna innandyra og það verður ykkur hiti í fólki og það bara eðlilegt og en reynum að skilja sátt að lokum. Já, ég hef reyndið að setja sjálfa mig núna á næstáttasmælaskrám. Seinnaskiptið. Það nú svo sem ekki neitt nýtt sem ég ætla að segja. Ég ætla bara að árétta það sem ég sagði hér fyrr úr þessu ræðustól að ég vil hvetja okkur öll til að ræða hreinskilnislega og sjá kjarnamálsins sem mér finnst snúast það sem ég sagði hér fyrr. Það að segja heildina. Heildina eru launin að lækka. Bara hvort sem við tölum prósentur eða krónur. Það finnst mér skipta meginmáli. En það þetta með leiðina sem valin þarna og hefur orðið ofan á. Hún er nú þegar komin til ráðuneytisins eins og ég skil það og þannig það heldur þannig áfram þannig að við fáum einhver leiti úr því skorið og eins og hér hefur líka sagt, hann sagði það bæjarfulltrúi Ásgeir formaður bæjarráðs skýrt ef að þarf að velja aðra leið eða við verðum gerð afturreka með þessa leið þá bara hægt að gera það öðruvísi. Það í mínum huga mjög einfalt. Eftir stendur að laun bæjarstjóra Mosfellsbæjar munu lækka það bil 8% sem að í því farið þessar tölur umlega 150.000 á mánuði og ég búinn að rekja þetta hátt í vel á 8 milljón á kjörtímabilinu. Það finnst mér vera verðbúri málsins. Nú það þannig að það liggur nú fyrir bókun og það þarf að taka afstöðu til þess. Það nú reyndar 2 á mælaskrá, þú og vilt bera það ámæli eða? Já, Stefán Ómar. Já, ég ekki búinn að loka mælaskránni, það Rúna Bragi svo, en Stefán næstur, gjör svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég vildi bara fá að koma upp aftur til þess að ítrekka það allavega frá mínu hjarta að það ræður ekki för hjá mér nein persónleg óvild út í einn en einn. Engan við þetta borð. Engan, ég bara ítrekka það. Og ég held nú að háttvirtur bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir sem ég þekki ekki af nein öðru en háttvísi og kurteisi alla tíð hafi nú bara sagt þetta svona í hita leiksins en bara til að taka öll tvímæli hvað mig varðar þetta og taka svo bara undir það að stefnum áfram saman auðvitað eigum að takast á og auðvitað eigum að skiptast á skoðunum og við eigum að gera það skipulega og heiðarlega. Það er bara eðlilegt en pössum háttvísina. Takk. Já, ég get ekki undir það hjá síðasta ræðumanni en það eru 2 á mælendaskrá núna, það fyrsta lagi Rúna Bragi og síðan Kolbrún. Síðan förum við nú að ljúka umræðum og þurfum að taka afstöðu til bókunarinnar. Hvað svo Rúna Bragi? Takk fyrir forseti, kæru fulltrúar. Við erum að ræða laun bæjarstjóra. Minnihlutinn talar að fara Garðabæjarleiðina. Og fyrir liggur bókun minnihlutans einnig. Mér leggur forvitni á að vita kannski hjá minnihlutanum hvað er það upphæðin sem að þeir setja sig á móti eða launu upphæðin eða krónutalan sem þeir finnst of mikil eða vill minnihlutin eða hefur minnihlutin komið sér saman það að hvað væri sanngjörn laun fyrir starf sem þetta að vera bæjarstjóri í bæjarfélagi sem telur bráðum 11.000 manns. Nú það líka hefur komið fram að það hefur verið að tala yfirvinnu bæjarstjóra sem eru 50 klukkustundir á mánuði að það sé ósæmandi fyrir hvern þá sem að vinnur svo mikið. Mér reiknast að 50 klukkustundir séu cirka 2,5 klukkustund á dag. Ég held að hvaða bæjarstjóri sem hann væntanlega í vinnunni 24 tíma sólarhringsins
við síman hvenær sem fer í búðina og þarf að sinna sínum störfum nánast allan daginn. Þannig að ég held að, og 50 klukkstundir eru alls ekki kannski mikil upphæð með við, og ég veit að það eru að bæjarstjórar annars staðar sem með mun fleiri klukktíma og hver sá sem situr í þessu stóli ætti þetta örugglega skilið. En það sem ég kannski vil frekar fá að vita hefur minnihlutinn komið sér saman að einhverja sanngjarna tölu í þessu sambandi, eða það sem að skipti máli eða það bara formsins vegna? Já, nú bara beint í spurningu til minnihlutans. Það spurning hvort að einhver einn geti svarað fyrir hönd minnihlutans. Það var reynda 2 hendur lótt í Valdimar og sættist þú að það, Sveinn Óskar, að Valdimar svari fyrir hönd minnihlutans? Það er eftir því hverju Valdimar svarar. Við erum ekki eitt flokkur. Það kannski máli, svar mitt á þessa leið að ég svara ekki fyrir minnihlutan. Minnihlutan ekki flokkur, þannig að það svolítið skrítið að beina spurningu til minnihluta af því að við erum ekki flokkur og við eigum okkur ekki eitthvað þannig stjórnsýslulega, hvernig orða. Þannig að þú ert eiginlega að beina þessar spurningu á hverjum og einn. Ég get svara fyrir mig, einhver ákveðin upphæð sem við höfum haft í huga. Já og nei, Viðreisn sagði það fyrir kosningarnar að eðlileg laun bæjarstjóra væri einhvers staðar á bilinu 1250 til 1350.000. Svo getur við getum deilt það. Ég ger ráð fyrir það að við getum öll deilt það nákvæmlega hver launin eiga að vera. Og það kannski ekki aðalatriði hérna. Við erum ekki að semja laun bæjarstjóra. Það meirihlutinn sem að semja laun bæjarstjóra. Við erum að gagnrýna framkvæmdina. Við erum að gagnrýna ógegnsæið og við erum að gagnrýna upphæðina. Og svar mitt við þessu, ég vona að þú hefur fengið svar við þessu og ég ger ráð fyrir að einn svari fyrir sig. Fleiri fulltrúar á meirihluta, það var reynda Sveinn Óskar, gjörðu svo vel, annars þér svara spurningu, þá var Rúnar í Braga. Já, forseti, ég get tekið undir flest allt því sem að Valdimar sagði, og ef að bæjarfulltrúi Rúnar hefði hlusta nákvæmlega allt sem við sögðum, þá er raun og veru öll þessi svör komin hvað þetta mál snýst. Þetta snýst ekki fyrst og fremst málið snýst fyrst og fremst framkvæmdina á þessu máli. Flækjustigið, ógagnsæið og svo náttúrulega það þessi upphæð. Og já, ég held að í svona málum þá ég til dæmis að horfa til og komast að samkomulega einhvers konar launabil í þeirri einingu sem við erum að tala og einingi sem við erum að tala eru starfsmenn Mosfellsbæ. Eða jafnvel bara stjórnsýsla Mosfellsbæ. Hver launamunurinn á framkvæmdastjórum og bæjarstjóra? Ég hef ekki hugmynd það. Þetta finnst mér að þurfa að skoða. Talan sem að Valdimar nefndi, hún ekki fjarri því sem að óformlega hefur rætt í okkar hópi í Samfylkingunni, en það ekki til en flokkssamþykkt það. Og mér finnst þessi spurning eiginlega bara dálítið sérkennileg, en gott og vel. Aðalatriði þessa máls er margbúið að koma fram hér. Og kannski aukaatriði það hvaða hugmyndi við gerum okkur þessa tölu. Það hvernig þessi staðið, svo verið að tala einfaldasta leiðin í þessu eins og ég sagði í minni ræði hér í upphafi, það bara að borga þau laun sem þeir sem ráðan í vinnu vilja borgunum, punktur basta. Og við erum ekki að klína á þetta einhverjum óunum eða yfirvinnutímum, einhverjum umfram aksturspeningum eða hvað þetta heitir allt saman. Þetta bara að vera upp á borðinu, gagnsætt. Í mínum huga snýst þetta það. Og svo það bara ákvörðun sem Vinstri grænir vinir mínir ákveða hvað þeim finnst hæfilegt að greiða framkvæmdastjóra í 10.000 manna sveitarfélagi sem ég skil það sem að hærri laun en borgarstjórinn í Reykjavík, þar sem búa aðeins fleiri það ekki. Sveinn Óskar. Forseti, við erum ekki að semja við framkvæmdastjóra bæjarins. Það meirihluti sem af því. Það kom hérna fram áður og var í raun og veru búin að svara þeirri spurningu, en ég ætla að benda á annað. Það var 2 fundnir haldir út af þessu máli. Fyrst bæjarráðsfundur nr. 1361, þar sem að svokallaður minnihluti, eða 2 fulltrúar, 1 aðalmaður og 1 varamaður, eða áheyrðan fulltrúar fyrirgefið, var á fundinu og gerði meirihlutan afturreka með það sem þeir komu með þá.
Það hefur komið þetta fram hjá fulltrúa meirihlutan sem hóf máli. Þannig að spyrjandinn ætti að spyrja sína eigin flokksmenn hvers vegna þeir voru gerðir afturreka með það. Í annan stað virtist eitthvað fimbulfambera uppi varðandi afgreiðsluna því að þetta kemur aftur í fundi 1362 sem til umræðu. Og svarið í spurningunum bara beinlínis þannig að viðkomandi bæjarfulltrúi meirihlutans ætti að beina þessu til sin eigin flokksmanna því að þeir eru búin að vera að semja við framkvæmdastjórann og við erum ekki að því. Og það að þetta mál á dagskrá vegna þess að við töluðum vanbúið. Þannig að spurningin ætti frekar að heima megin við borðið hjá meirihlutanum heldur en hjá okkur. Svarið var einfaldlega það að það var löngu búið að svara því áður hjá mér að þetta væri þeirra mál. Já, það var að vera að spyrja þína afstöðu málinu. Jæja, en höldum áfram. Það ennþá 2 mældarskrá, svo legg ég til að við þurfum að ljúka umræðu þetta ágæta mál. Það að segja Kolbrún, þú næst. Og svo ég Rúnar Bragi. Já, forseti, ég kannski kom hér fram með það sem ég sagði áðan, ég vil kannski fá útskýra það betur en ég vil byrja því að taka það fram. En ég var heldur ekki kosin til að verja Harald Sverrisson, bæjarfulltrúa og bæjarstjóra. En ég var einfaldlega að tala hreint út og ég held að það sé mjög mikilvægt að við fáum að gera það á þess já, allavega ég held að allir bæjarfulltrúar verða að fá að tala hreint út. Ég nefndi það áðan og ég vona að ég hafi ekki gert það af mikill ókurteisi, en hér hefur maður lært ýmsa ósiði við þetta borð og ég taldi mig eins og Stefán Ómar sagði, ég ætla að vona að ég hafi svona síðastliðin allavega 47 ár þangað til ég kom inn í þessa bæjarstjórn, þá reyndi ég að tefja mér eins mikla háttvísi og ég mögulega gat, en stundum þá bara skreika manni fótur og ég biðst afsökunar á því ef að ég hef verið ókurteisi ráðin. Ég var bara einfaldlega að segja að það hefur verið mín tilfinning, en ég var líka að segja það, og ég tók það líka fram, að ég vona að ég hafi rangt fyrir mér. Og ég nú búin að fá það staðfest að ég hafi rangt fyrir mér og ég bara mjög glöð að heyra það. En það var ekki nein persónulega óvild og ég veit að ég hefur oft verið skömmið við þetta borð fyrir að vera ópersónuleg, taka hlutin ópersónulega og alls konar. Ég tók því mjög nærri mér fyrst að ég held ég er bara svona manneskja og ég verð bara að þola sjálf á mig hvað þetta verður og ég mun ekkert breytast og ef að fólk fer að taka því illa að ég sé eins og ég er, þá verður bara að þola það. En ég sem sagt var einfaldlega að lýsa því hver mín tilfinning væri. Hún er greinilega röng og ég er mjög glöð með það. Takk fyrir. Já, Rúnar Bragi, það er svo vel. Já, forseti, kæru bæjarfulltrúar, þakka fyrir svarið frá ykkur í minnihlutanum, takk kærlega fyrir það. Reyndan ástæðan fyrir því ég spurði minnihlutan en ekki sem kannski eitt flokk, ég talaði ekkert það, að hér liggur fyrir bókun frá sameiginlegum fulltrúum úr öllum minnihlutaflokkum. Það var þess vegna sem ég spurði hvað ykkur teldist vera ásættanlegt. Þar sem þið eru þá með bókun varðandi að þetta of hátt, þá var einfaldlega svo spurning til þeirra sem bóka hér, hvað þá ásættanlegt. Það var í raun mín spurning, ekki til ykkar hér sem hér sitið sem einstakur flokkur heldur sem það kom sameiginleg bókun. Þá hefði ég bara haft gaman að því að vita hvað var að ykkar mati sanngjarnt. En það var ekki fleira. Fleiri hafa ekki fattast þjóð sem þetta mál. Það liggur fyrir bókun frá minnihlutaflokkunum og ég tel rétt að gera hér stutt fundarhlé til þess að ræða það hvort að við svörum þeirri bókun. Þannig að við gerum hér fundarhlé.
Við hefjum þá fund á 9, við erum ennþá að ræða fundagerð frá bæjarráði Mosfellsbæjar nr. 1362 og frá 16. ágúst, það var mál nr. 1, ráðning bæjarstjóra. Ásgeir Sveinsson mun nú lesa bókun frá VAF og D-lista. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir forseti, bæjarfulltrúar. Bókun vegna ráðningar bæjarstjóra Mosfellsbæjar frá VAF og D-lista hljóðar svo. Bæjarfulltrúar VAF og D-lista benda á laun bæjarstjóra Mosfellsbæjar munu lækka í nýjum samningi 8% eða 155.000 krónur á mánuði, samanlagt 1860.000 krónur á ársgrundvelli. Það gerir samtals 7,4 milljónir króna á kjörtímabilinu. Í nýjum samningi laun bæjarstjóra undir einum hatti til einföldunar og til aukins gagnsæis. Takk fyrir. Já, nú fleiri hafa ekki fast í ljós og þannig að ég lít svo á að umræðum þetta mál sé lokið. Þetta var nr. 1 en það voru nú... Erum við fyrirgeðið fórseti? Er búið að senda okkur í bókun? Já, hann kominn. Er okkur búið að lesa hana? Gerir það bara stutt fundalíu með hann? Gerir smá... Já, við hefjum þá funda 9 og við erum ennþá að ræða fundagerð frá bæjarráði Mosfellsbæjar nr. 1362 frá 16. ágúst. Það búið að ljúka fyrsta máli en málið orðið þá laust önnur mál. Þarna voru fundagerðir frá menningarmálanefnd og skipulagsnefnd og Anna Sigríður, þú beðum orðið, gjörðu svo vel. Afsakið fórseti, erum við ennþá í 1362? Já, það er síðasta fundagerð bæjarráðs. Hún er hann 8 á Já, hún er 8. Já, þá er ég að biðja orðið í henni. Já, gjörðu svo vel. Þá er ég sko að biðja orðið í henni og það er mál nr. 6. Heilsuefling eldri borgara. Eins og kemur fram þarna þá sem sagt var farið þess að með tilraunaverkefni fyrir eldri borgara sem eins og við vitum eru 67 ára eldri. Við gefum kostur á að sækja leikfimitíma undir leiðs- og íþróttakennara til þessari viku og það er lagt til að gengi við samninga við World Class verkefni í saman við fyrirleikjandi minnisblað sem leikur þetta fyrir og ég gerir ráð fyrir að hafi verið birt á netinu eftir þennan fund. Er það ekki rétt? Já. Eins og flesti vita sem fylgjast með samfélagsumræðinu þá er aldurssamsetning þjóðarinnar að breytast mjög mikið þessi árin. Þjóðin eldist hratt og þétt, jafnt og þétt með auknu lífaldri og fækkun fæðinga. Eldri borgarar sem hingað til hafa talist vera frá 67 ára aldri eru mjög margbreytilegur hópur. Við getum til dæmis rætt að innan þess hóps getur verið alltaf 20-30 ára aldursmunur og mikill breytileiki hvað varðar heilsu og félagslega þátttöku. Við erum örugglega öll sammála að samfélagslegt mikilvægi þess að viðhalda heilsu og getu til sjálfstæðs lífs eins lengi og þessi nokkur kostur. Þar kemur samfélagið sterkt inn því ef andinn í samfélaginu er þannig að fólk er hvatt til hreyfingar og heilsueflingar þá aukast líkinda á því að fólk taki þátt í þannig starfi og gildir þetta reyndar fyrir fólk á öllum aldri. Mosfellsbær hefur boðið upp á endurgjaldslausa líkamsrækt í Eirhömrum og er svo aðstaða mjög aðgengileg fyrir íbúa sem þar búa og þá sem sækjast í þjónustuna í Eirhamra. En eins og áður segir eru eldri borgarar afar fjölbreytilegur hópur. Hvað varðar heilsufar og möguleika á þátttöku og þessi aðstæði í Eirhömrum kemur ekki til móts við þá eldri bæjarbúa sem ekki sækja sér þjónustuna þangað. Að því leitinu til er það gott framtak að setja af stað þetta 3 mánaða verkefni í samstarfi við félag aldraðra og VAFC. En þetta hentar ekki öllum. Við sjáum til dæmis hóp eldri borgara í sjónvarpsfréttunum daginn
sem voru að stunda crossfit af miklu móð. Einn viðmælandi þar var 77 ára. Eldri borgarar eru nefnilega afar fjölbreyttur hópur. Við sem bæjarfélag eigum að stuðla að og styðja við heilsueflingu og líkamsrækt alls eldra fólks og það að setja bara upp eitt námskeið í VFC mætir ekki þessum fjölbreytta hópi. Eldri borgarar vilja eiga val, alveg eins og við viljum eiga val hvað þeir sinna sinni heilsurækt, rétt eins og aðri borgarar. Og í hverju, hvar þeir sækja heilsuræktun og í hverju hún felst. Ef þeir vilja fyrir crossfit þá náttúrulega fara það bara í crossfit. Þótt þetta verkefni sem hér er verið að tala sé góðra gjaldavert og nýtist eflaust mörgum, þá er það full mikil stýring bæjaryfirvalda á lífi eldri borgara að mínu mati. Samfylkingin lagði áherslu á það í kosningabaráttunni núna síðastliðið vor að tekið upp svokallað heilsukort fyrir eldri borgara sem virkar svipað og frístundaávísun fyrir yngri borgara og með upptöku heilsukorts gætu þá eldri borgara sjálfir ákveðið að sjálfsögðu hvar þeir sækja sína heilsurækt og bærinn styrkir þá einhver upphæð. Þá gætu eldri borgara farið í crossfit og þeir sem vilja fara í svona leikfimitíma hjá VFC færi þá bara þangað og allir eru glaðir. Og það eru alveg örugglega einhverjir eldri borgarar í Mosfellsbæ sem vilja reyna fyrir sér í crossfit, eins og þetta lið sem vorum að horfa á í sjónvarpsfréttunum daginn. Eða einhverjum öðrum svona æfingaprógramum sem eru í gangi og bjóðast fólki á öllum aldri. Vegna þess að við erum að tala svo svakalega breytt aldursbil fólks. Og það er ekki okkar sem bæjaryfirvalda að ákveða fyrir fullorðið fólk hvar og hvernig það iðkar sína heilsueflingu, en það hlutverk okkar að styðja eldri borgara til heilsueflingar, líkamsræktar og þátttöku í samfélaginu vegna þess að þegar upp er staðið að þá er það mikilvægt fyrir okkur öll að fólk geti haldið sinni færni og getu og búið til dæmis bara á sínu heimili og eins lengi og mögulegt er. Það er gott fyrir fólki sjálft og það er gott fyrir samfélagið. Og ég held að þetta sé hluti sem sé að eitt af þeim púslum sem við þurfum að fara að huga að betur. Og ég vildi bara láta ykkur vita bara núna að í haust þegar verður farið að ræða gerð fjárhagsáætlunar að þá mun ég leggja fram tillögu við gerð fjárhagsáætlunar að við tökum upp svona heilsukort fyrir eldri borgara í líkingu við frístundaávísanir fyrir yngri borgara og finnum einhver útfærslu á því og vona bara að sú tillaga hljóti góðar undirtektir við afgreiðslu áætlunarinnar fyrir næsta ár. En ég segi að þetta er gott skref, en ég held við verðum að víkka þetta aðeins út og gefa opna möguleikana og styðja annars konar og fjölbreyttari möguleika til líkamsræktar hjá fólki eldri en 67 ára. Sveinn Óskar, þetta sama mál. Sem ber titilinn Heilsuefling eldri borgara. Já, forseti, þetta mál kom fyrir fundinn að þetta er tímabundið verkefni sem er mjög áhugavert og ber að fagna. En mér langar með leyfi forseta að lesa bókun frá M-lista af þessum bæjarráðsfundi. Fagna ber aukinni hvatningu til hreyfingar og hvetja aldraðra til þess er afskaplega gott. Rétt væri að aðrir í Mosfellsbæ sætu við sama borð og World-Class til lengri tíma sem sinna sambærilegri þjónustu. Hentugra væri að koma við frístunda ávísunarformi þar sem aldraðir hefðu val hvar þeir leita hreyfingar. Undirritaður hefur nú líka ansið gott að því að fá slíka frístunda ávísun fyrir sig. En það er svo annað mál. Ég vona ég geti verið maður eins og ungur strákur núna að reyna að segja, heyrðu, ég vil vera stór og gamall. Það sagði maður þegar maður 12 ára. En ég fagna þessu og þetta er gott til eftirbreytni fyrir samfélagið. En ég hef áreitt að það er önnur stöð hérna í bænum
og í framtíðinni sé litið til byggingu íþróttahús á svæðinu þar sem göngubraut í kring, þá var ég skoðandi að reyna að auka frelsið í þessu. En eins og ég sagði, ég skilst að þetta sé tímabundið og þetta er hið besta mál. Ásgeir, gjör svo vel. Forseti, fulltrúar. Ég kem mér upp undir liðnum heilsuefling eldri borgara í Mosfellsbæ, lið nr. 6. Það er hárrétt sem hér hefur komið fram að það er mikilvægt að sinna þessum hópi og það er einnig mjög rétt að hann er mjög fjölbreyttur og þetta verkefni er búið að vera í farvatninu frá því í rauninni fyrir kosningar og fór að staða fullu eftir kosningar. Þetta var gert vegna þess að það er mikið að fjölga auðvitað eldri borgurum í bænum. Það er að aukast þáttaka eldri borgara í alls konar heilsueflingu og svo ágæta starfsemi sem fer fram að Eirhamrum, hún einfaldlega er ekki nógu stór og nær ekki að þjóna þeim fjölmörgum kannski sem að myndu vilja nýta sér það. Þetta tilraunaverkefni sem að er til 3 mánaða, það er farið af stað með í samstarfi við þá sem að stjórna þessum hlutum upp á Eirhamrum og með félag eldri borgara í Mosfellsbæ og þeirra ósk var að fá kennslu eða svona tíma, leikfimi tíma í leikfimi sal sem að myndi vera þá undir leiðsögn kennara. Það var einfaldast að gera það í World Class vegna þess að sá salur er ekki til laus í öðrum stöðum hér í bænum og við getum því miður ekki farið að stað með þetta tilraunaverkefni í knatthúsinu sem að er verið að fara að byggja vegna þess að það er ekki komið á grunninn. Þannig að það er kannski ástæðan fyrir því að það var farið í þessa samninga við World Class að gera þetta 3 mánaða tilraunaverkefni og síðan eins og bæjarfulltrúi Anna Sigríður sagði er að koma að fjárhagsáætlun og ég gerir ráð fyrir því að það verið skoðað með hvaða hætti við munum fylgja þessu verkefni eftir ef að það tekst vel sem að ég er nánast vissum að muni gera. En svo er þetta spurning um aldurssamsetninguna, hvort þetta átt að vera 67 eða 70 og svo framvegis. Það voru þeirra svona óskir bæði félagsins og þeirra sem stjórna upp á Eirhamrum að miða við 67 ára aldur. Ég er ævi í þessari stöð og það er fullt af 67 ára fólki og ég er eldra sem er þar á fullu. Þannig að þetta var erfitt kannski hvað við ættum að miða við. En mergurum málsins er sá að þetta er tilraunaverkefni sem að fer af stað núna í 3 mánuði sem að er að mínu mati mjög jákvætt og vonandi verður framhald á. Það kom fram eftir ágæta kynningu í golfskálanum 8. maí síðastliðinn þar sem að var kynnt í Janusarverkefnið að þar voru held ég allir fulltrúa flokkana sem að lýstu við mikilli ánægju og miklum áhuga á því verkefni. Þannig að það kostar peninga en talandi hvort þetta sé mikið stýring eða hvað, það er svo sannarlega stýring þar líka vegna þess að það er verið að fara í mjög svona álíka verkefni ef bæri myndu taka ákvörðun að fara í það. En þetta mun ekki þjóna öllum hópnum en þetta er byrjunin á einhverju og ég tel að þetta sé mjög jákvætt og vona að þetta gangi vel. Takk. Já, voruð þið laust þessa fundargerð? Kolbrún og Valdimar. Það er allir, engin frekar sem vil ræða 7. máli gerir ráð fyrir, þannig að ég leita á það sem útrætt eða... Þetta er sama mál. Já, undir sama mál, já. Varðandi heilsueflingu eldri borgara, ég vil bara taka undir það sem kom fram hér í máli Ásgeirs Sveinssonar, bæjarfulltrúa. Varðandi þetta mál, þetta er lýðheilsumál. Við kannski ekki öll sammála um það hvernig þetta verður útfært en ég bara eins og hann tók mjög vel fram hérna áðan að þetta er tilraunaverkefni, þetta er gott, þetta er góð byrjun, þetta er einhvers konar, þetta er Janusarverkefni sem er að fara fram hér nánast all land, það kostar mjög mikla peninga og það er stýring, það eru bæjarfélagið sem að rauninni sér, kaupir það, þannig að þarna erum við bara að fara aðra leið og síðan þegar þetta gefst vel þá útfærum þetta náttúrulega mögulega með öðrum hætti en hér sko þetta er risastórt lýðheilsumál, þetta er sparnaði fyrir þjóðfélagið, samfélagið allt til lengri tíma að eldri borgarar lifi sjálfstæði og heilbrigðu lífi sem lengst.
Þannig að ég held að þetta sé bara góð byrjun á einhverju sem mögulega verður stærra og meira seinna mér. Þannig ég bara fagna þessu verkefni alveg sérstaklega. Takk fyrir. Valdimar, gjörðu svo vel. Já, ég ætla að fagna þessu verkefni eins og aðrir hafa gert, bara þarfasta mál, og ég heyri það að minnihlutinn hefur hérna lýst yfir að það verður gert meira af þessu, og ég væntanlega verður þetta sett inn í væntanlega fjárhagsáætlun sem verður að fara að vinna í, og það bara mjög gott. Og hérna, en ég ítreka þetta sem að hefur komið fram að þegar það verður gert og ef það verður framhald af þessu verkefni þá verður það boðið út og öðrum gert kleift að sækja og allt það. Ég efast ekki að það verður gert, ég vil taka það mjög skýrt fram. Og þetta nefnilega hið brýnasta mál að öldruðum sé gert kleift að stunda hreyfingu, að því að það bara hið besta forvarna mál og sparar okkur peninga og öðrum sviðum. Þannig að bara hið besta mál og við styðjum þetta heilsugar. Stefán Ómar. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek undir það sem að flestir hafa mælt hérna, eða allir, að þetta bara hið besta verkefni. Tilraunaverkefni til 3 mánaða, svo sjáum við bara hvað setur. Ég hjó líka eftir því í orðum bæjarfulltrúa Ásgeir Sveinssonar kom fram að það hefði verið sem sagt þetta væri í og með eða í og með, já, að ósk sko eldri borgara sjálfra erindi berða ekkert með sér. Ég myndi svona hvetja til þess að þegar þetta gerist svona eins og hann lýsti, að það sé þá eitthvað minnisblað eða fundagerði eitthvað sem fylgi með. Mér finnst að það skipta máli, að það sé dokumenterað að þeir eru með í ráðagerðinni. Mér finnst það skipta máli, en annars bara hið besta verkefni. Já, ég ætla aðeins að fá að taka hérna til máls. Nú ég get nokkið annað bara tekið undir það sem allir hafa sagt. Það mikill samhljómur hérna og gott að þetta skuli vera að fara á stað. Þetta tímabundið eins og hefur verið kynnt hérna og opnar svona möguleika að fara út af Eirheimum og niður á þessa líkamsstrekta stöð sem allavega næstu mánuði í Voltplass. Þar bæði salur og náttúrulega sundlaug líka sem er þá inn í þessu aðgangur á sundlauginni. Þannig að ég bara tek undir það sem aðrir hafa sagt hérna. En annars þú hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir að gefa mér orðið. Mér datt bara allt í hug spurning. Þessi tímar sem bærinn að fara að borga laun kennarans í þessum tímum, eru þessi tímur ekki opnir fyrir alla sem eru orðnir 67, þau þurfi ekki að vera félagar í félagi eldri borgara, félagi aldraðra, heitir það ekki, í Mosfellsbæ? Hvað heitir það? Já. Er ekki alveg öruggt að þetta sé opið bara fyrir alla sem hafa náð aldri? Já, ég fekk kinkaðan koll. Nú, það er ekki hvað sem frekar hljóðs þetta mál, nummer 6. Orðið ennþá laust þessar fundagerð. Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Já, ég ætla undir þessum lið. Undir þessu lið, já, gjörðu svo vel. Við ræðum þetta þá aðeins áfram. Heilsuefling eldri borgara. Já, forseti, já, örlítið varðandi þetta sem kom fram varðandi aðgengið í húsnæði Lauga eða Voltplass. Við erum að ræða eldri borgara. Það er svona á skjön aðeins við málið samt en það varðar aðgengið sem var komið að hérna, forseti. Að það varðandi þessa stækkun sem verða vill, væntanlega, að það sé á tryggt að aðgengi með hjólastóla og lyftum sé í lagi þar. Ég vil bara örlítið innbrá þessu í þessu samhengi. Fleiri sem vilja ræða 7. mál. Svo ekki þá lítið sjó á að umræðinu það sé lokið, en orðin ennþá laust þessa fundagerð. Bæjarráð frá 16. ágúst, fundur númer 1362. Nú, að kveðið sér engin hljóðs, þá umræðinu lokið og þessi fundagerð bæjarráðs lögð fram. Og þá eftir hér 4 fundagerðir sem eru lagðar hérna fram til kynningar, svona í ýmsum áttum og við tökum þar fyrir hér. Fyrst það afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Það var númer 339.
einhvern sem vil ræða það. Það var enda bara eitt mál á dagskrá. Svo ekki, þá þessi fundargerð lögð fram. Þá kemur fundargerð frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, fundur númer 861, það var haldið 29. júní, Borgartúni 30 og fundarherbergið eins og kom fram í fundargerðinu heitir Allsherjarbúð. Og þar voru hvorki meira en 28 mál á dagskrá og orðið laust þessa fundargerð sem hér til kynningar. Það kveður sig engin hljóðs, þá þessi fundargerð lögð fram. Þá förum við í fundargerð frá Sorpu, byggðasamlagi Sorpu, fundur númer 392. Á stjórnarfundur í Sorpu og sá fundur var haldinn 4. júlí. Kolbrún Þorsteinsdóttir, þú beðum orðið, gjör svo vel. Forseti, vildi bara aðeins nefna það varðandi fundargerð Sorpu að ég var áfram valin í að sitja í þessu mikilvæga byggðasamlagi fyrir hönd Mosfellsbæjar og þar núna í formennsku Kópavogur með Birki Jón Jónsson í formennsku og Líf Magnúðardóttur í varaformannsæti og þarna eru margir bæði reynsluboltar og nýjir aðilar, þannig að þetta verkefni okkar í Sorpu eru heilmörg og eins og þið vitið og við kannski ræða á næsta bæjarstjórnarfundi varðandi gas- og jarðgerðarstöðina og fyrstu skóflustunguna og allt það sem að þann ánægjulega viðburð. En annars eru svona stóru mál Sorpu núna, það að finna nýjan urðunarstað á Suðurlandi og það að segja samtal við Suðurlandið nýjan urðunarstað og þarna voru tilnefndir aðilar í þann hóp. Og þannig að ég líti allavega svo á að þetta byggðasamlag er gríðar stór og mikilvægur málaflokkur. Ég tjáði mér nú aðeins á þeim sem fundi varðandi það hvað það væri mikilvægt að Reykjavík og Kópavogur þessi stóru sveitarfélög gengur svolítið í takt við okkur minni sveitarfélögin sem höfum, sem ég kalla það svolítið prúðu sveitarfélögum, svolítið beðið eftir svona því sem að Reykjavík og Kópavogur að gera, eða allavega Reykjavík. Þau náttúrulega leiða dálítið vagnin í þessum málum. En mér finnst svona komið tími svolítið til að sparka í klárinn og halda áfram og mér finnst það vera að gerast núna og við erum að stíga mörg skref en ég mun áfram upplýsa ykkur Sorpu af því ég held að þetta er gríðarlega stórt mál, þetta er stórt umhverfismál, sorpvinnslan og urðun og allt þetta, allar þessar sorplausnir á höfuðborgarsvæðinu eru risastór málaflokkur þannig að mér finnst ég vera að koma með svona smá reynslu af því að sitja í stjórn Sorpu og vita svona hvað þetta er ekki einfalt. Næsta föstudag, næstkomandi, þá munum við stjórnin fara og varamenn boðið að vera með í stórri skoðunarferð móttökustöðuna Álfsnes og helstu staði og góða hirðin og grófa hirðin sem er nýtt fyrirbæri sem tekur á móti grófum úrgangi og sérstaklega frá byggingasvæðunum. Og þannig að það verður nóg að gera hér hjá okkur í stjórn Sorpu á þessu kjörtímabili. Takk fyrir. Sveinn Óskar, gerðu svo vel. Forseti, áfram með Sorpu. Já, það er rétt að fagna þessari jarðgerðarstöð, gas- og jarðgerðarstöð sem var bygging skóflustunga núna nýlega. Eina fyrirspurn til ræðumanns Kolbrúnar. Björn Halldórsson, forstjóri, nefndi það við skóflustungu athöfnina að á Suðurlandi yrði væntanlega fundin urðunarstaður fyrir svokallað óvirkt efni og það sem að ég var aðalega að hugsa þá vegna þess að þessi jarðgerðarstöð og allt þetta er mjög fullkomið, bara svona tæknilegt atriði. Við erum með 2 gráar tunnur og eina bláa sem var ágætisverkefni sem hefur þróast vel. Hefur verið rætt innan Sorpu eitthvað þá að eigum við að flokka meira eða er þetta flokka hjá Sorpu? Það er bara spurningin með þessum pokakerfi. Bara örlítið svona til upplýsingar. Annars bara til hamingju. Kolbrún, gerðu svo vel.
Já, forseti, ég ætlaði ekki að ræða gas- og öryggisstjóra núna, það verður svona gaman að tala með hann næst, það verður hún sannarlega á dagskrá, en ég skal svara þessari spurningu varðandi flokkurina. Ég held að sko heimilin hérna á höfuðborgarsvæðinu eru að standa sig frábærlega í flokkun og við fáum að sjá það á næstu fundargerð, hver niðurstaðan er til dæmis úr plastsöfnuninni. Svarið einfallega, sko, við erum, held ég, komin á gott ról með það að við erum með lífrænan úrgang sér. Við erum með plastið þar í pókum þar ofan í, það er hérna mikilvægt að taka plastið frá sérstaklega. Við erum með pappírinn í blátununum. Þá erum við, sko, gas- og jarðgerðarstöðin tekur á móti lífrænum úrgangi, plastið tekið frá, pappírinn tekið frá, að þá erum við orðin nokkuð góð, myndi ég segja með það. En það sem við erum í vandræði með glerið, það má alls ekki fara í tunnuna. Ég þreytist ekki á að tala um það. Það truflar til dæmis alla þessa gas- og jarðgerðarferlið ef það fer onni hérna með þessu lífræna sérstaklega. Þannig að við erum svona komin á gott ról hvað þetta varðar, lífræn úrgangurinn, plastið í pókum og pappírinn sér. Þá erum við nokkuð góð. En auðvitað, sko, þetta er allavega það sem við erum að gera hér á höfuðborgarsvæðinu og þannig að þetta er svona okkar vonandi jafnvægi sem við munum ná síðan þegar að brennslustöðin kemur inn og svo nýr sem staður. Haraldur. Já, bara þess að bæta við þetta, sko, út af þessum óvirka úrgangi. Sko, megnið af óvirkum úrgangi sem urðað er ekki heimilisúrgangur, ekki það sem fer í hérna venjulegu tunnu, heldur það sem að heimilin fara með í flokkunarstöðarnar eða kemur frá fyrirtækjum. Þetta er svona stærri og ólífræn timbur, eitthvað slíkt sem ekki er brennt, ekki er urðað, ekki er hérna fyrir vinnsluna og þarf að urða og má urða samkvæmt hérna reglugerðum, en frá árinu 2022 verður óheimilt að urða lífrænan úrgang. Og ég á eftir að sjá að all landshlutasamtökin muni standa við þær reglur. Minnst eins og staðan er núna, held ég töluvert í það. Við munum geta gert það með gas- og jarðgerðarstöð, því að þá hættu við að urða lífrænan úrgang. En aðrir landshlutar er miklu skemur og við komum með það. Og lykillinn að því er að eins og kom fram í þessum ræðum sem voru haldnar þarna í þessu athöfn, getur kannski rætt að betur næst, er að sveitarfélög eða öllu heldur landshlutarnir hér, höfuðborgarsvæðið, Suðurland, Reykjanes, Vesturland, sameinist lausnir. Því að þær eru til hvor á sínum stað. Við þurfum stað til þess að urða ólífrænan úrgang eða óvirkan úrgang. Við getum eins og að tekið það á móti lífrænum úrgangi gas- og jarðgerðarstöð. Við getum gert það frá meiru heldur en bara höfuðborgarsvæðinu. Við getum gert það frá Suðurlandi, Reykjanesi, þess vegna Vesturlandi. Reykjanes er með brennslustöð sem var hægt að þróa enn frekar og svo eru urðunarstaður á Vesturlandi í Fíflholti. Þannig að saman er hægt að leysa þetta en það verður erfitt fyrir sundraða hjörð að gera það. En þetta er kannski lengra þurfum kannski meiri tími að fara í gegnum þetta og ágætt að gera það kannski þegar við förum yfir gas- og jarðgerðarstöðum. Já, ég setti nú sjálfa mig hérna á mæðgaskrá og það var nú bara eitt orð sem var nefnt hérna áðan, 5 stafa orð sem eiginlega ýtti mig upp í stólinn, ræðustólinn, það er orðið plast sem var ég nefna hérna áðan, því að það er eitthvað sem er bara að fara að ógna náttúrunni og heimsbyggðin, ekki bara Mosfellsbæ, ekki bara Íslandi heldur, bara heiminum öllum, ekki síst úthöfunum og nú bara erum við komin öll á þann stað að það þarf að taka virkilega til hendinni. Það var búið að lýsa því hvernig þetta er gert hér í flokkuninni. Það er að setja plast í plastpoka og það er sogað út úr hérna sorpinu með sérstaklega vél sem heitir Kári hérna og það er eitt skref og það var tekið upp hérna í Mosfellsbæ svo þið muni. Nú er september framöndan og hann vantarlega það verður átakið plastlaus september en bara almennt er bara eitthvað sem við þarf að hugsa rækilega þetta hvenær, já, ég bara kastaði hérna yfir hundaborði hérna, hvenær ætlar Mosfellsbæ að vera plastlaus? Það snýst innkaupa pokana í búðunum og svo framvegis.
En þetta svona, maður nefnt hérna á þetta orð þó það veri kannski ekki á dagskrá fundarinn sem við erum að ræða. Við erum að ræða þess fundargerðina. Já, það ekki. Og er einhver sem vil ræða það mál frekar? Það að segja fundargerðina. Og svo ekki, þá svo fundargerð lögð fram. Þá aðeins ein fundargerð eftir og hún frá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Hann var haldinn sáfundur 15. júní síðastliðinn, fundargerð nr. 173. Einhvern sem vill ræða eitthvað í þeirri fundargerð. Svo ekki, þá þessi fundargerð lögð fram og fleira liggur ekki fyrir þessu fundi. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarsveitina og segi fundið til.